Góðan daginn, góði bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, bæjarritari og aðrir embættismenn hér í sal á fundarsal á bæjarskrifstofunum á Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin til 388. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segi hann settan. Á dagskrá í dag eru eftirfarandi. Fyrsti liður er hefjum dagskrá á almennum málum. Það er fyrsti liður fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2025-28. Þetta er sem síðar umræðan fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir áðurnefnd ár ásamt breytingartillögum sem lagðar hafa verið til milli umræðna sem eru komnar inn í áætlun. Síðan er að fundagerðir bæjar svona 873 og 874. Teknaði saman til umfjöllun afgreiðslu og enginn hefur því andmælum. Fundagerð fjölskyldunefndar númer 18 og 19 og 20. Teknaði sömuleiðis saman til umfjöllun afgreiðslu og enginn hefur því andmælum. Skipulags- og framkvæmdanefndar númer 22. Síðan heldur liðun almenn mál áfram. Þar er fyrst viðauki 4 fjárhagsáætlun 2024. Síðan er hér liður 9 umsókn um endurnýjun á lóðalegu samningi ÓSR 1, vísa frá skipulags- og framkvæmdanefnd. Síðan er það gjaldskrá fasteignagjalda 2025, vísa á bæjarráði til afgreiðslu bæjarstjórnar, álagningarhlutföllum og fjárhæðum fasteignagjalda. 11 íþrótta- og tómstundastyrkir, vísa sömuleiðis frá bæjarráði til afgreiðslu bæjarstjórnar, breytingum og reglum og styrki til íþróttafélaga. Og svo hér að endingu boðun aðalfundar skólaskrifstofu Austurlands, sem þarf sérstaklega að leggjast fyrir þar sem að ræða slit á félaginu og fer til bæjarstjórnar. Áður en við göngum til dagskrár þá ætla ég að leggja fram og ég áður en ég gef bæjarstjóra orðið að fylgja eftir fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og undirfyrirtækja til síðar umræðu. Þá ætla ég að leggja fram dagskrártillögu. Beini fjarlista hefur óskað til því að liður 3 í fundagerð 874 í bæjarráði, fundagerð bæjarráðs 874, verði sérstaklega tekin til umfjöllunar og atkvæðagreiðslu. Þetta er gjaldskrá leikskóla, einhver sem hreyfir því andmælum. Svo er ekki, þá mun þá liður vera tekin til sérstaklega umfjöllunar og atkvæðagreiðslu eftir. Byrjum þá á fundagerðunum, báðum, undanskild þessu lið og tökum hann svo til umfjöllunar atkvæðagreiðslu. En þá gef ég Jónu Árnýju Þórðardóttur bæjarstjóra orðið og hún ætlar að hér að fara yfir og fylgja fjárhagsáætlun til síðar umræðu. Gerðu svo Jónu. Forseti, bæjarfulltrúar, fjármálastjóri, fráfarandi fjármálastjóri og aðrir hér í sal. Hér ætla ég þá að mæla fyrir fjárhagsáætlun til síðar umræðu hér í dag. Eins og kom fram í gögnum til fulltrúa þá var fjárhagsáætlun hér til fyrri umræðu fyrir rétt mánuði síðan. Það er síðan samantekt á breytingum á milli umræðna en ég ætla að fara bara yfir svona niðurstöðutölunar sem við erum að vinna með hérna núna í síðari umræðu. Eins og við þekkjum þá er rekstur sveitarfélagsins skipt í A og B hluta og undir A hluta Fjarðabyggðar falla aðalsjóður, eignasjóður, þjónustumiðstöð, tækjamiðstöð, eignarhaldsfélagið Hraun og svo hlutdeild okkar í sambandi sveitarfélaga á Austurlandi. Í B-hlutanum erum við þá með veiturnar, fráveitu, hitaveitu, vatnsveitu, félagslegar íbúðir, hafnarsjóð og svo sorpmiðstöð. Til þess að fara aðeins yfir forsendur fjárhagsáætlunar þá erum við að miða við almenna forsendur þjóðhagsspár Hagstofu Íslands og varð ekki breyting á þeim forsendum á milli umræðna þrátt fyrir að áætlunin okkar miðaði við spá sem kom fram í sumar en það var ekki þannig frávik í spá í nóvember. Miðað er við almenna verðlagsbreytingu upp á 3,9%. Í fjármagnsliðum Fjarðabyggðar er unnið með gildandi vaxtakjör og hafa ber í huga að hluti af kjarasamningum sveitarfélaga voru og eru ennþá ófrágengnir og hefur það aðeins áhrif á það hvernig menn eru að áætla fyrir launabreytingum á milli ára. Við erum að miða við í rauninni 14,97% útsvar sem er það útsvar sem hefur verið undanfarin ár hjá Fjarðabyggð. Fasteignaskattur íbúðarhúsnæðis lækkar úr 0,4 til 4 sem að kemur hérna til seinni umræðu síðar í dagskráni í dag og verður 0,4%. Við erum að áætla jöfnunarsjóð og grunni útgefina áætlana
staðgreiðslutekjur hækki sem nemi 6,7% og þar miðað við að erum við með í okkar áætlunum erum við ekki að gera ráð fyrir loðnu eins og staðan núna, en vissulega erum að gera ráð fyrir hækkun staðgreiðslutekna almennan hátt á þennan hátt. Fasteignatengd gjöld taka verðbreytingum í samræmi við forsendur sem framkoma í áætlun og þar miðað við og svo þess fyrir utan almenn grunnhækkun þjónustutekna 5,6% og tekjur af þjónustu við fjölskyldur áætluð 2,5%. Samstæða Fjarðabyggðar gerir ráð fyrir 25 milljarð og 70 milljónum afgangi fyrir fjármagnsliði og rekstrarniðurstaða samstæðunnar áætluð 646 milljónir króna og svona í nokkuð jafnvægi út til tímabilsins 28. Heildar eignir samstæðunnar eru 19,7 milljarðar tæpar og skuldir og skuldbindingar 11 milljarðir og eigið fé þá 8,6. Tekjur samstæðan að velta sveitarfélagsins áætlaðar núna 11,6 milljarðar króna og skiptingin þessi að 52% rúm koma í formi skatttekna. Við erum með rétt tæp 15,9% í formi framleiðslujöfnunarsjóðs og svo það aðra tekjur þarna rétt tæp 32%. Gjaldahliðin í samstæðunni þá áætlaður rétt tæpir 11 milljarðar og eru launatengd gjöld rétt tæplega 61%, þannig að rekstrarkostnaður rúmlega 29% og svo afskriftir og fjármagnsliðir 6,3% annars vegar og 3,9% hins vegar. Í samstæðunni þá verið að áætlunin gengur út frá því að lántaka markist eingöngu að þeirrum lántöku sem að fylgir fylgir framkvæmdum tengt ofanflóðamannvirkjum og lántaka á tímabilinu áætluð 80 milljónum króna en á þessu tímabili áætlunarinnar þá rétt 1,9 milljarður sem áætlaður í afborganir lána á þessu tímabili. Skuldahlutfall samstæðunnar í lok árs 25 áætlað 95% og skuldaviðmið A plus B hluta 25 áætlað 69,9%. Ef við förum svo aðeins yfir í A-hlutan með sambærilegum hætti þá gert ráð fyrir að rétt tæplega 600 milljón króna afgangi fyrir fjármagnsliði og rekstrarniðurstaða verði rétt rúmlega 208 milljónir króna og áfram í svona nokkum hægum stíganda í framhald af því úttryggjara áætluna tímabili þar á eftir. Heildar eignir rúma 13 milljarðar, skuldir og skuldbindingi tæpja 12 milljarðar og eigið fé þá tæpir 1,2 milljarðar. Tekjur samstæðan að velta A-hlutan eru áætlaðar 9,3 milljarðar og þá eðlilega hlutfall útsvars hærra 53% rúm, fasteignaskattur 13,7, jöfnunarsjóður, vegur í A-hlutanum þyngra 19,7 og svo aðra tekjur þá 13,19 en það stór hluti af öðrum tekjum verða til í B-hlutanum. Gjöldin skiptast þannig að þau eru áætluð rétt rúmi 9 milljarðar og skiptast í laun og launatengd gjöld 64%, breyting á lífeyrisskuldbindingum 3%, annar rekstrarkostnaður 25% tæp og svo afskriftir og fjármagnsgjöld nema samtals 384 milljónir króna í A-hlutanum. Svona bara til fróðleiks þá ákváðum við að setja hérna upp málaflokka aðalsjóðs sem hlutfalla útgjöldum og sjáum á að málaflokkarnir okkar eru eðlilega mjög misstórir og taka mismunandi mikið til sín af fjármagni en eru þar stóru þjónustuflokkarnir okkar eins og í fræðslu og uppeldismálum, félagsþjónustu og æskulýðs- og íþróttamálum stærstu þjónustuflokkarnir með tilliti til gjalda.
Í fjárfestingaáætluninni í A-hlutanum þá gert ráð fyrir áframhaldandi vinnu við leikskólan Dalborg á Eskifirði á árinu 25. Það verið að fara í frágang lóðar við gamla barnaskólan á Eskifirði á næsta ári, vinna við í rauninni glugga og klæningu á grunnskólanum á Reyðarfirði hefjist á árinu 25. Ný lýsing, LED-lýsing í Fjarðabyggðarhöllina og svo eru þá þarna stækkun sem tengist innanhús inn í leikskólanum á Breiðdalsvík og svo önnur verkefni í A-hlutanum eins og þarna greinir. Í samstæðunni þá hafnarsjóður að venju fyrirferðarmestur í fjárfestingum í B-hlutanum og þar gert ráð fyrir áframhaldandi vinnu í tengt Eskifjarðarhöfn og svo áframhaldandi vinnu í tengslum við þróun í Mjóararhöfn. Og svo þarna grjótvarnir og ófyrirséð, við höfum hafið ákveðna vinnu við viðgerðir á stáltilum sem komin af stað og gert ráð fyrir að haldi áfram á næsta ári. Í samstæðinni eru veiturnar, inn í hitaveitunni gert ráð fyrir fjárfestingu meiri árun 25 heldur árin þar á eftir og þar verið að horfa til borhólu, niðurdælingulhólu á Eskifirði. Síðan svona hefðbundin í rauninni fjárfesting í fráveitu og vatnsveitu, félagslegu íbúðum og svo öðrum stofnunum. Samtals í samstæðinni gert ráð fyrir 900 milljónum í fjárfestingum. Legg ég fjárhagsáætlun til seinni umræðu hér fram til umræðu og þakka fyrir mig. Takk fyrir, Jóna. Orðið það laustir í síður umræðu og skal það fá kveða mér hljós og bæjarfulltrúum hér eftir. Náttúrulega bara byrja á því að lífsir ánægja með raun og veru svona þau fatamerki sem við erum að sjá í fjármálasveitarfélagsins sem svona byggir orðið á nokkuð löngri vegferð. Það sem við höfum reynt að horfa til þess hvernig við getum í grynnka skuldir og sama tíma átt við þetta heilmikla innviða skuld, það mjög vinsælt orðið til síðustu kosningar, síðustu alþingiskosningar innviðaskuld. Það sem þetta bara kannski annað orðið við það að á þeim tímapunkti og svo margrætt hér í kringum fjárhagsáætlanir frá þeim tímapunkti þegar við förum í gegnum efnahagshrunið og okkar sveitafélag sem önnur þá náttúrulega langt skeið þá héldu menn ekki í við þá raunverulega það viðhald og annað slíkt sem þetta fari í og það býtur og við höfum svo sem reynt það núna á síðustu árum en geta líka á sama tíma, höfum sýnt þá við geta brugðist við þeim áskorunum sem hafa verið í þeim málum hjá okkur í tengslum við fjárfestingar, hvort sem sérstaklega í grunnskóla og byggingskólum og þetta ekkert annað í boði heldur en að bregðast við slíkum áskorunum. Vonandi erum við að komast á þann stað að við förum að vinna okkur í haginn í þeim efnum og við erum svo sem ennþá og eigum þetta að ljúka og verður tekið hér aftur upp þráðurinn bara strax í byrjun nýs árs í greiningum á okkar húsakosti og við erum svona komist ákveðið langt í því núna fram fjárhagsgerð. Það sem við munum halda áfram að skoða það með hvernig við fækkum húsnæði hjá okkur. Eru komið línur í því að mörgu leyti sem þá aðalega hús sem ekki lengur í notkun á einhvern hátt og ekki fyrirsjá notkun á, hvernig við getum þá meðan haldið hinum við sem við erum að nýta. Og það svona ýmis slík skref. Við sjáum það líka svo sem að kostnaðar okkar margrætt hér við úrgangsmál hefur vaxið. Þar heilmikið greiningavinna núna í gangi og mun verða og útboð á næsta ári og vonandi mun það skila okkur bæði sú vinna sem við förum í núna inn í þau gögn að við getum séð þann lið lækka til þess að við getum lækkað álögur okkar á fólk, íbúa og leið sinnt þeim málaflokki vel. En svo kemum fram og komum fram hjá bæjarstjóra þá búið að setja upp fjárfestingaáætlun. Engu að síður gerum við ráð fyrir því að hún muni taka líka einhverjum breytingum í þessari vinnu og þá leið við skoðum aðra þætti sem getur komið að mótsöða fjárfestingar. Við teljum við þurfum að fara í frekari fjárfestingar hjá okkur á komandi ári
og ég held að við eigum að ná að geta náð vel utan það og vel saman það. Það allavega mat okkar í meirihluta Fjarðabæjarstjórnar að þar séu hluti sem við getum unnið að og stefnt að. Þannig að við náum stærri og meiri skrefum á næsta ári til þess að ná utan margt af því sem við höfum ekki geta lokið í alls kyns viðhaldi, eigna og fleira. Eins og kom fram í fyrri umræðum fjárhagsáætlun, sem ekki kannski neitt við það að bæta. Ég hef alltaf sagt að rekstur Fjarðabyggðar gríðarlega fólksmikill og það verkefni Fjarðabyggðar að takast á við þennan rekstur. Og bæjarstjórnar hverju sinni og ég vona það sé áfram. Ég vona það sé ríkur samstarfsvilji í þeim efnum eins og við erum núna í ákveðnum breytingum í þjónustustum og fleira sem ég held að muni skila okkur betri og svona meiri þjónustu. Þar hefur verið gott starf, ég held að við séum að styrkja það og efla og gera þeim það kleift sem þar eru að vinna það betur og íbúar njóti þess betur með svona auknum slagkrafti þar inni ásamt svo víðar. Við erum að stíga ýmis skref og þetta rekstur sveitarfélags ekkert öðru en við þurfum að vera tilbúin hverju sinni til að rýna hann og taka skref til breyting ef það samfélaginu öllu til góða. Því það eins og hagsmunir heildarins sem við erum að vinna fyrir hér. Ég ætla að leysa hér upp bókun, jafnframt og leggja hann hér fram frá meirihluta Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokks vegna fjárhagsáætlunar Fjarðabyggðar 2025 til 2028. Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn lýsiði mikill ánægju með þau framfaraskref sem tekin hafa verið undanförnu og með samþykkt fjárhagsáætlunar fyrir tímabilið 2025-2028. Áætlunin endurspeglar skýra stefnu að styrkja innviði, bæta þjónustu og tryggja sjálfbæran rekstur sveitarfélagsins. Aðeins fjárfestingar og viðhald. Áætlaðar fjárfestingar fyrir árið 2025 nema 955 milljónum króna og heildarfjárfestingar næstu 4 ára er áætlaðar tæplega 3,5 milljarðar króna. Þessu fylgir 22% aukning í fjárfestingum milli ára í A-hluta. Þau verkefni sem unnið nú að ekki öll inn á fjárfestingaáætlun en munu koma þar inn á nýja ári þegar undirbúningi þeirra lokið. Stærstu verkefnin eru stækkun og breytingar á leikskólanum Dalborg upp á 145 milljónir. Þá eru byrjað á endurnýjun og einangrun og þaki Fjarðabyggðarhallarinnar sem og lýsingu og lýsingin náttúrulega þegar komin eins og hér kemur. Greiningur á hönnunarvinnu hafin og hefur staðið við nokkuð skeið með það að leiðarljósi að við getum hafið framkvæmdir á næsta ári. Endurnýjun lýsingarna mun við fara fram núna vonandi á fyrstu mánuðum nýs árs. Byrjað á hönnun og kostnaðarmati vegna endurnýjunar á íþróttahúsi Eskifjarðar. Sú vinna verður kynnt íbúum á næstu skrefar ákveðin á nýja ári. Framkvæmdir við grunnskóla á Reyðarfirði og Eskifirði eins og kom hér fram, lokum á Eskifirði og byrjun hér á Reyðarfirði á viðhaldsverkefnum. Framkvæmdir munu hefjast í tengslu við framtíðaruppbyggingu Stríðsráðsafnsins sem til umræðu og erum að vinna frekar í gögnum inn í stjórn menningarstofu með en út frá þeim bótum sem hafa komið hér að við nýtum þær til þess að hefja þar uppbyggingu og sem getur verið unnið til næstu ára á því svæði. Unnum verður áfram að endurbótum á Breiðabliki og tónskólahúsnæði á Norðfirði og farið verður í endurbætur og viðhald og þaki grunnskólans í Breiðdal. En fjárhagsáætlunin staðfestir áherslur málefnasambandsins hagræðingu í rekstri og forgangsröðun verkefna. Skuldahlutur lækkar á 103% árið 2024, 95% árið 2025 og 82% árið 2028. Áhersla hefur lögð á skipulagsbreytingar innan stjórnkerfis til að auka skilvirkni og bæta verkaskiptinguna. Með þessari stefnu markvisst unnið að sjálfbærni í rekstri. Stuðningu við fjölskyldur, gjaldfrjálsar máltíðir í grunn- og leikskólum haldast óbreyttar, frístundir barna hækkar á 10.000 í 80.000, 80% aukning sem eflir aðgengi barna íþrótt- og tónstarf, frístundastarfi, lækkun fasteignaskatt sem hér til umræðu síðar í dag úr 4,24, 0,424, 0,4 og gjaldskrárhækkanir haldast innan hóflegra marka 2,5 fyrir barnafjölskyldur samanborið og almenna hækkun sem 5,6%. Fjölmenningarráð tekur til starfa árið 2005. Það ætlað að efla lýðræði í Fjarðabyggð og verður ráðgefandi fyrir starfsemi sveitarfélagsins varðandi málefni og hagsmuni innflytjenda og fólks með erlendan bakgrunn. Innleiðing nýrra lausna horft til með mikill áherslu á lögð á nýsköpun og tæknýtingu til að bæta þjónustu og auka framlegð. Tilraunaverkefni gott að elda, samþættir heimaþjónustu og heimahjúkrun og sýnir stefnu sveitarfélagsins í samþættingu þjónustu. Ný heimasíða stefnt á að vera opnuð á árinu 2025 með það markmið að bæta upplýsingaflæði og samskipti við íbúa og opnun bókhald sem fyrstu skref verða stigin í átt og opnun bókhald til að efla gegnsæja rekstri sveitarfélagsins á komandi ári. Framtíðarhorfur Fjarðabyggðar eru þar að fjárhagsleg sjálfbærni með lækkandi skuldahluti og ábyrgum fjárfestingum eykst.
innvið uppbyggingsstuð bætta þjónustu og efli samkeppnishæfni svæðisins og aukin þjónustugæði með áherslu á nýja tækni og samþættingu þjónustu. Meirihlutin er stoltur af þeirri stefnumótun sem fjárhagsáætlun endurspeglar. Hún tryggir áframhaldandi uppbyggingu og þjónustubætur með skýrri framtíðsýn að efla samfélagið og tryggja jafnvægi milli sjálfbærni í rekstri og gæða þjónustu fyrir alla íbúa. Þannig að með þessu leiði legg þessa bók fram og sendi hana til bæjarritara. Þá vil ég þakka starfsmönnum sveitarfélagsins fyrir vinnu milli umræðna í áætluninni og sem og nefndarfólki öllum góða samvinnu í þessu að mestu leyti og það hérna er ákaflega ánægjulegt að sjá þetta er ákveðin svona kafli við að það að ljúka umræðum með fjárhagsáætlun og hún tæki gildi og ég held að það sé ástæða til þess að fagna þeirri niðurstöðu sem hér er undir í dag en leið að minna okkur á að henni verður ekki náð með góðu umhaldi og aga þannig að það er sem býður okkur. Fleira var það ekki, orðið er laust. Stefán Þór Eysteinsson er beðinn að Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og starfsfólk. Kannski bara byrja á það sem að Jón Björn endaði og þakka öllum þeim sem að hafa komið þessari vinnu. Þetta er bara gengið príðis vel og bara eins og alltaf verið áhugavert að fá að taka þátt í þessu. Ég fór endur að veltaði fyrir mér á tímapunkti í bókunni hvort það var að lesa fjárhagsáætlunina sjálfa. Hún var nú svona lengur kantinum en hún náði ágætlega utanum svona þessa vinnu sem er búin að vera í gangi. Svo sem hún tók auðvitað ákveðnum breytingum á milli umræðna og allir hér svo sem sæmilega vel upplýstir það. Við fórum náttúrulega bara vel yfir þetta síðast. Tilfinningin náttúrulega er bara svo svolítið að hér er bara að vera haldið áfram þeirri vinnu sem búið að vera að vinna og búið að leggja grunn að og það er auðvitað bara jákvætt. Við erum að halda áfram með þau verkefni eins og Jón Björn kom inn á. Það er verið að halda áfram með uppbyggingu leikskólans Dalborg. Það er verið að fara í grunnskólan á Reyðarfirði til að mynda, uppfærslar í Fjarðabyggðahöllinni sem eru auðvitað jákvætt með lýsinguna, Stríðsvarsafnið sem dæmi, ákveðnar framkvæmdir í höfnunum okkar sem eru nauðsynlegar og þetta auðvitað bara gríðarlega jákvætt og byggir bara á þeirri vinnu sem er búið að vera að vinna og svo sem bara eins og kannski síðast í fyrri umræðu þá erum við bara sammála langflestu því sem er hér til umræðu og bara eins og ef við rýnum í fjárhagsáætlunina sjálfa þá sjáum við bara að það er áframhaldandi uppgangur í rekstrinum. Það er búið að svona vinda af þeim áhrifum sem urðu til að mynda eftir COVID sem dæmi. Verðbólgan er að fara niður í samfélaginu þannig að fjármagnsliðirnir eru að lækka sem eru auðvitað gríðarlega jákvætt fyrir okkur þar sem að flestar okkar skuldir auðvitað eru verðtryggðar þannig að það eru jákvæðir hlutir í gangi og svo bara eins og Jón Björn var að koma inn á skuldahlutfallið búið að vera að lækka síðustu ár bæði í samstæðu í A-hluta það mun halda áfram að gera það sama með skuldaviðmiðið og þetta eru auðvitað bara allt jákvæðir hlutir og eins og Jón Björn kom inn á þá þekkjum við það bara mjög vel að það er gríðarlega flókið og þetta að reka svona fjölkjarna sveitarfélag eins og Fjarðabyggð er og einungis með samstilltu átaki þá náðu því og með góðu aðhaldi. Ég ætla svo sem þið buðu okkur ekkert að vera með ykkar bókun, þannig við erum okkur eigin. Það er bara vel. En við svo sem bara erum á svipum nótum og og ég er þá með bókun. Og Fjarðarlistin fagnar því að fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2025-2028 byggir á mörgum þeim áherslum sem fyrir meirihluti lagði grunn að. Mikill árangur hefur náðst í rekstri og uppbyggingu sveitarfélagsins eftir erfið ár, bæði í kjölfar COVID faraldursins og í efnahagsumhverfi sem einkennst hefur af mikilli verðbólgu. Þrátt fyrir þessar áskoranir hefur sveitarfélagið tekist á við flókiverkefni og náð sýnilegum árangri, ekki síst vegna markvissrar forgangsröðunar og skýrar stefnumótunar. Mikilvægt er þó að hafa í huga að ýmsar áskoranir eru enn til staðar, bæði vegna verðbólgu, vaxtastigs og óvissu í efnahagslífinu. Við teljum nauðsynlegt að sveitarfélagið sýni áframhaldandi aðhald í rekstri án þess þó auðvitað að skerða mikilvæga þjónustu. Fjarðarlistin er stolt af þeim árangri sem við náðst hingað til í rekstri sveitarfélagsins og mun áfram standa vörð þau verkefni sem byggja undir sterkara samfélag.
Við munum halda áfram að vinna jöfnuði og samfélagslegri velferð fyrir alla íbúa Fjarðabyggðar. Ég sendi svo þessa bókun á þig, Gunnar. Takk. Það heyri Stefán. Ragnar Sigurðsson við beðum ári, Gesur Ragnar. Já, hæstvirtur forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og starfsmenn. Ég verð nú bara að taka undir með bæði Jóni Birni og Stefáni og ég held að þessar 2 bókanir rúmi nú bara vel inn þessa fjárhagsáætlun og ég nú bara verð nú að lýsa ánægju minni með bókun Fjarðarlistan, synd að þeir hafa ekki boðið okkur að vera með í sinni bókun en það er nú spurning að láta þær bara renna saman þá. Að mínu mati þá ánægjulegt eins og við komum inn á í bókun bæjarstjórnar held ég geti bara sagt, það falla vel saman. Þá erum við að sjá að okkur að takast að láta fjárhagsáætlunin fyrir árið 2025 endurspegla metnaðarfulla framtíðarsýn og ábyrgð í rekstri sveitarfélagsins. Og okkar mati þá hún grundvöllurinn fyrir áframhaldandi uppbyggingu, velferð og þjónustu við íbúa sveitarfélagsins. Markmið eru skýr. Það að styrkja innviði, bæta þjónustu og tryggja sjálfbæran rekstur samhliða því að vera áfram með aðhald í rekstrinum og leitast leiða við að hagræða eins og okkur ber ávallt að gera við meðferð skattfjár. En við sjáum þetta skýrast í fyrirhugum fjárfestingum sveitarfélagsins þar sem að það nema tæplega 3,5 milljörðum króna sem að 22% aukning á fjárfestingum milli ára í A-hlutanum og þar erum við að horfa á að ljúka við uppbyggingu í leikskólanum Dalborg og þarna komið inn endurnýjun á lýsingu í Fjarðabyggðarhöllinni og svo eru fleiri verkefni eins og á Norðfirði og grunnskólanum í Breiðdal. Við erum líka byrjuð í vinnu við að skoða endurnýjun á þaki og einangrun á Fjarðabyggðarhöllinni sem og íþróttahúsi Eskifjarðar. Og sú vinna mun halda áfram og við erum að skoða sérstakar leiðir varðandi fjármögnun á þeim verkefnum og eins hvaða leiðir við förum í þeim uppbyggingum. Þannig að það býður áframhaldandi vinnu og verður að sjálfsögðu áskorun að finna því leiðir inn í fjárhagi sveitarfélagsins en við teljum að þetta séu nauðsynleg verkefni til þess að fara í og verður ekki hægt að bíða mikið frekar. Við erum að horfa á það að við erum að ná auknum stöðuleika, við erum að ná skuldahlutfalli samstæðu niður í 95% á næsta ári og svo allt niður í 82% árið 2028 ef við höldum vel á spilunum. Og það mikilvægur áfangi til þess að tryggja rekstrarhæfi sveitarfélagsins og veita enn frekari svigrúm til fjárfestinga og auknum fjármunum í viðhald. Við höfum auðvitað fundið fyrir því og fundum sterkt fyrir því á þessu ári hve miklu máli loðnuvertíð skipta þetta sveitarfélag. Og það því auðvitað ákveðin áfangi í sjálfu sér að okkur sé að takast þetta vel til þrátt fyrir að það hafi ekki verið nein loðnuvertíð og við getum ekki horft fram hjá því að útflutningsverðmæti loðnu á árunum 2016 til 2018 námu 18 milljörðum króna á landsvísu og við getum rétt ímyndað okkur áhrifin hér og árið 2023 hafði þetta vissulega mjög jákvæð áhrif á rekstur sveitarfélagsins og skilaði umtalsverðum tekjum og þessu ári var auðvitað gert ráð fyrir tekjum af loðnu sem að skiluðu sér ekki og var auðvitað ákveðið áfall og við erum ekki að gera ráð fyrir loðnu vertíð á næstu vertíð í fjárhagsáætluninni en hún væri svo sannarlega kærkomin inn í efnahagslífið hérna hjá okkur þar sem það myndi skapa enn frekari tekjur inn í bæjarsjóð og myndi hjálpa okkur talsvert í að
myndi hjálpa okkur talsvert í þeim viðhaldsverkefnum sem að við höfum fyrir framan okkur dag frá degi. Í þessari fjárhagsáætlun þá erum við að leggja sérstaka áherslu á barnafjölskyldur og fjölskyldufólk eins og kom fram í bókuninni. Við erum að hækka frístundastyrk barna úr 10.000 í 18.000 sem ekki bara til þess að hlúa að barnafjölskyldum, heldur einnig til þess að efla íþrótta- og frístundastarf. Við erum að lækka álagningarhlutfall fasteignaskatts úr 0,424 niður í 0,4% og svo erum við með að horfa til barnafólks þegar við erum að horfa á gjaldskrábreytingar og þar erum við að horfa á 2,5% hækkun gjaldskrá þegar önnur sveitarfélög í 3,5 og þar fyrir ofan. Ég hef ekki rekist á neitt sveitarfélag sem með litlar gjaldskrár hækkanir varðandi barnafjölskyldur eins og Fjarðabyggð og við eigum að vera stolt af því. Og það ánægjulegt líka að segja frá því að fjölmenningarráð tekur til starfa á næsta ári. Það verður ráðgefandi fyrir málefni innflytjendenda og fólk með erlendan bakgrunn og svo verður ný heimasíða opnuð og stigið verður fyrsta skrefið í átt að opnu bókhaldi sem að mun styrkja gegnsæi og aðhald í rekstri sveitarfélagsins. Og þessi fjárhagsáætlun, hún endurspeglar vel áherslur málefnasamnings Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins. Hún leggur áherslu á traust fjárhagslegt eftirlit sem og að ljúka mikilvægum verkefnum. Við erum að horfa til framtíðar og við höfum alltaf verið sammála hér inni að bættur rekstur langhlaup og verður ekki tekin með einum rykk, en við erum að stíga mikilvæg skref og höfum gert það og verið full samstaða og þverpólitísk samstaða það og það því ánægjulegt að okkur sé að takast að sýna árangur. En að lokum þá vil ég bara nýta tækifæri og þakka öllum þeim sem hafa lagt sitt að mörkum við gerð þessara áætlunar. Það eru þar fráfarandi fjármálastjóri Snorri Styrkársson og Jóhann Harðarsson, nýr fjármálastjóri sem eiga mestar þakkir skildar ásamt fjármálateiminu, bæjarstjóra, starfsfólki sveitarfélagsins, nefndarfólki og bæjarfulltrúum. Það sameiginlegur vilji okkar allra að tryggja bjarta framtíð fyrir Fjarðabyggð og gera sveitarfélag okkar enn betri stað til að búa. Með þessari fjárhagsáætlun leggjum við sterkan grunn að því markmiði. Fyrir Ragnar, vilja fleiri kveða sér hljóð sér undir síðari umræðum fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og undir stofnunum árið 2005-2028. Svo virðist ekki vera. Þá ber ég fjárhagsáætlunina upp til atkvæða. Þeir sem hana staðningavinn skeiða merki. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Bestu þakki fyrir það. Þá höldum við áfram í dagskráni og næst eru hér fundagerðir bæjarráðs nr. 873 og 74 tekna saman til umfjöllunar atkvæðagreiðsla undanskildum lið 3 í fundagerð 874 sem eru tekin sérstaklega til umfjöllunar afgreiðslu að loknum afgreiðslu fundagerð. Orðið laust, Ragnar Sigurðsson hefur böðum orðið. Gerðu svo, Ragnar. Forseti, bæjarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að fara hér yfir nokkur máli í fundargerð bæjarráðs að undanskildum lið 3.3 ætli það sé ekki rétt hjá mér. Fyrsta mál á dagskrá í fundargerð 873 í fundi bæjarráðs mál nr. 2.1 og það viðauki við fjárhagsáætlun sveitarfélagsins og þarna vorum við að bæta við áhrifum að gerð nýrra kjarasamninga og það var sannarlega gert ráð fyrir auknum útgjöldum í fjárhagsáætlun þannig að áhrif þessa gætir því ekki á áætlaða sjóðsstöðu samstæðunar með áætlun og þá var einnig þarna komið inn á í viðaukanum áhrifin af kaupum á nýjum körfubíl slökkviliðsins í ágúst var samþykkt að festa kaup á nýjum körfubíl og gerir það verkum að fjárfesting tækjamiðstöðvarinnar hækkar 14 milljónir króna á áætlun ársins og sjóðstaða A-hluta og samstæðuna lækka þar með sömu upphæð. Bæjarráð samþykkti þennan viðauka. Þá var það næsta mál sem var mál 2.2. Þar var óskum auka fjárveitingu skólabókasafna. Þetta var upphaflega sendt inn til fjölskyldunefndar þar sem var forstöðumenn bókasafna Fjarðabyggðar voru óska eftir auka fjárframlagi frá fjölskyldunefnd sem gat ekki orðið við því og var þessu erindi vísa til bæjarráðs.
Þessi ósk vegna kaupa á bókum á barnabókamessu en hún hefur verið haldin síðan 2017. Nú því miður þá var ekki hægt að verða við þessu en við töldum ástæðu til þess að ítreka það að árið 2023 þá jók bæjarráð við fastar fjárheimildir til bókakaupa og það var gert á síðasta ári einmitt til þess að efla bókakost safnana og samhæfa innkaup bókasafnana. Í mál 2.3 þar var tekið fyrir minnisblað Verkís vegna endurgerðar á upptakastóðvirkjum í Drangagili og hér að ræða mjög mikla endurgerð og viðhald á upptakastóðvirkjum í Drangagili sem kemur í kjölfar þess að sveitarfélagi kallaði eftir mati á ástandi varnarmannvirkjana og farið yfir tillögurnar sem eru mjög umfangsmiklar og bæjarstjóra var falið að vera í samskiptum við ofanflóðsjóð vegna þeirra og þá var þessu einnig vísað til frekari kynningar. Svo var í máli 2.4 tekið fyrir gjaldskrá fasteignagjalda og það tökum við til umræðu hér í sérstökum lið undir almenn mál og eftir og í máli 2.8 þar var tekið á móti undirskriftalista þar sem gerð var krafa upplýsingafund vegna fyrirhuga breytinga í fræðslumálum og bæjarráð tók undirskriftanlistan fyrir og við vísuðum í bókun frá bæjarráðsfundi númer 871 þar sem segir að starf og rýnihópar leik- og grunnskóla hafi samþykkt að fresta störfum hópana þar til að kjarasamningar við Kennarasamband Íslands hafa verið gerðir. Í ljósi þess að kjarasamningar hafa ekki enn náðst óvissa samningsbundna skilmála og umgjörð skólastarfsins. Stefnt að því að taka upp þráðinn á nýju ári og vinna að niðurstöðum í hópunum í tíma fyrir skólaárið 2025 til 2026. Þó verður tekið mið af breytingum á gjaldskrá leikskóla sem stefnt að innleiða komandi áramót þar sem lögð áhersla á að efla starfsumhverfi skólana. Bæjarráð mun halda áfram að fylgjast með þróun mála og tryggja starfshóparnir fái viðeigandi stuðning til að ná fram umbótum í samræmi við nýja kjarasamninga og markmið sveitarfélagsins öflugt og faglegt skólastarf. Þegar kjarasamningar liggja fyrir verður málið tekið fyrir og kynnt hlutaðeigandi aðilum. Þessi bókun var samþykkt af öllum kjörnum fulltrúum en þar gert ráð fyrir að við förum í kynningarfundi mögulegar breytingar í skólamálum þegar að næstu skref verða tekin. Í máli 2.9 þar var tekið fyrir erindisbréf fjölmenningaráðs og þarna var verið að staðfesta skipun fulltrúa Fjarðabyggðar í fjölmenningaráð en fjölskyldunefnd hafði tilnefnt Barböru Ísabellu Kúbelas og Jóhönnu Katarsína Róvíek í ráðið ásamt varamönnum. Nú hefur verið óskað eftir tilnefningum í 5 auka sæti fjölmenningaráðs og lauk þeim nú 2. desember og eftir því sem að ég kemst næst þá hafa tilnefningar verið vonum framar og það verður gaman að taka það fyrir á næsta fundi fjölskyldunefndar þannig að ráðið getur komið saman í fyrsta sinn fyrir áramót og það eru ákveðin tímamót hjá Fjarðabyggð þar sem verið að innleiða fjölmenningaráð inn í stjórnsýsluna og fá þarna inn einstaklinga með fjölmenningarlegan bakgrunn eða þeim sem hafa áhuga og þekkingu á málefnum innflytjenda inn í málefni sveitarfélagsins. Þetta mjög stórt skref sem ég bind miklar vonir við. Nú í fundargerð bæjarráðs númer 874 voru það einna helst 2 mál sem voru þar fyrirferðarmikil og til umræðu. Það var annars vegar fjárhagsáætlunin sem við tókum hér fyrir áðan og svo gjaldskrá leikskóla Fjarðabyggðar sem við höfum ákveðið að lyfta upp og taka til sérstakrar umræðu. Þakka fyrir Ragnar. Vilja fleiri kveða þessi hljóðsundi fundargerðum bæjarráðs? Gerðu svöru Stefán. Stefán Þór Eysteinsson hefur beðið málið. Forseti, ég ætla að fá að fara yfir nokkuð mál hérna. Ragnar svo sem búinn að fara vel og vandlega yfir flesta liðina hérna. En langaði bara að koma inn á nokkra. Eins og varandi viðaukann, þarna 2.1, þarna var eins og Ragnar kom inn á hækkun á launakostnaði sem var tekin af þessum sjóð sem við settum á laggirnar á sínum tíma sem að ég held að hafi nú bara gengið ágætlega og það verður fróðlegt að sjá hvernig nú er búið að samþykkja til að mynda kjarasamninga hjá kennurum, verður fróðlegt að sjá hvernig það kemur út allt saman og eins og Ragnar kom líka inn á þarna voru kaupin á körfubíl sem eru þetta nauðsynlega endurnýjun á þeim tækjabúnaði og var samþykkt að fara yfir svo sem í ágúst.
það var einmitt líka undirlið 2.8 með fyrirhuga breytingar í fræðslumálum eins og kom inn á þar átt að taka með að þeim breytingum sem myndi eiga sér stað mögulega í kjarasamningum áður en samtali þá tekið aftur upp að nýju og sem að ég gera þá bara ráð fyrir að verði þá tekið upp við fyrsta tækifæri að nýju aðeins undir fundagerð bæjarráðs 874 lið 3.4 þar var samstarfssamningur Breiðdalssetur, þetta var endurnýjun á samningi og þarna bara gríðarlega gott skref, þarna erum við að halda áfram að í raun og efla starfsemi, þekkingu og tengsl okkar í fræðisamfélagi og erum að styrkja þarna rannsóknir í jarðvísindum og þetta auðvitað gríðarlega mikilvægt og þetta erum við líka að tryggja í raun og ákveðna áframhaldandi uppbyggingu vorum að tryggja það að þetta sé áfram á Breiðdalsvík sem ekki síður mikilvægt þannig að þetta gríðarlega jákvæð endurnýjun á samningi meira var það ekki frá mér í bili Þakka fyrir Stefán orðið laust undir fundagerðum bæjarráðs með einhverjum ljós svo verðist ekki vera þá berja til það eru samþykkta með 9 atkvæðum og þá göngum við til afgreiðslu og umfjöllunar á lið 3 úr fundagerð 874 sem óskaður eftir að vera tekinn sérstaklega fyrir umfjöllunar samkvæmt dagskrártillögu og orðið laust þann lið sem gjaldskrá leikskóla 2025 þessi hljóðs þann lið Hjördís Helga Seljan Þorvaldsdóttir gjörðu svo vel við beðum orðið, gjörðu svo vel Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og annað starfsfólk hér. Ég ætla nú bara aðeins að ræða við vildum taka þetta sérstaklega fyrir þar sem að hér eru við ekki alveg sammála, þótt að við séum nú oft mjög sammála. Ég auðvitað bara fagna umræðinu að það er nauðsynlegt að bregðast við áskorunum í leikskólastarfi Fjarðabyggðar og svo sem á landinu öllu. Því að við vitum auðvitað að það er mikill mönnunarvandi og við berum auðvitað ábyrgð sem sveitafélag á okkar leikskólum. Mér langar bara út af því að þessar breytingar á gjaldskrá hafa, hvað ég segja, já, ég hef svona áhyggjur af ýmsu í tengslum við þessar breytingar. Það að þótt að ég telji alveg tekjutenginguna og lækkun vistunargjalda fyrir 6 tíma vera jákvæð breyting. Þá langar mér samt að benda á jafnréttisstefnu Fjarðabyggðar sem var samþykkt hér í bæjarstjórn í fyrra, fyrir árin 2023 til 2026 og ég ætla að fá að lesa upp eina málsgrein sem stendur í henni með leyfi forseta. Hann kinkar kolli. Sveitafélagi Fjarðabyggð leggur metnað í að tryggja íbúum af öllum kynjum jöfn áhrif, tækifæri og virðingu og gerir þá kröfu til kjörna fulltrúa í nefndum og starfshópum, stjórnenda og annar starfsfólk hjá sveitafélaginu að þeir taki mið af stefnu þessar í störfu sínum fyrir sveitafélagið. Það er nefnilega þannig að þessi gjaldskrárbreyting er mikið jafnréttismál, þótt að sumir kannski vilji ekki alveg viðurkenna það eða ræða það. Í október í fyrra, árið 2023, þá tók einmitt Austurbrú saman hvernig launamunur kemur fram eftir sveitafélögum á Austurlandi. Og þegar við horfum á hlutfall heildartekna kvenna af heildarteknum karla í Fjarðabyggð fyrir árið 2022, þá var það 63%, sem segir okkur að karlar hér í Fjarðabyggð fái hærri laun en konur. Og hvergi er munurinn jafn mikill og í Fjarðabyggð að sveitafélögunum hérna á Austurlandi. Svo fór ég nú aðeins að skoða í skýrslu velferðarráðuneytisins fyrir árinu 2015 sem heitir Staða kvenna og karla á íslenskum vinnumarkaði og þar kom einmitt augljóst fram, þetta er alltaf mjög löng skýrsla, en þar er tekið fram að það er augljóst að það er í mun ríkara mæli mæður sem laga vinnumarkas þáttöku sína á þörfum barnanna og það gera þær með lengingu orlofstíma, minnkuðu starfshlutfalli og sveigjanlegum vinnutíma. Þannig að mínar áhyggjur
eru líka í tengslu við það að við vitum það, við búum hérna, það er lítið atvinnuleysi í Fjarðabyggð, við erum tekjustert sveitafélag, við erum líka með, að ég held, meiri hluti, ef við horfum á tekjublað síðustu ára, þá eru það í 50 efstu sætunum eru kallar að meiri hluta. Þá held ég að það verði ekki til þess að bæta úr því að skortur á viðveru barna eða að minnkun viðveru barna í leikskóla bitni frekar á tekjum og tækifærum kvenna en karla. Ég verið að hringi með það. Í tölvuna. Ég er með á slögt á símanum mínum. Heyrðu, jæja, þetta var ánægilegt og skemmtilegt. En já, þá myndi ég segja, já, að það bitni frekar á tekjum og tækifærum kvenna en karla. Og það má gera ráð fyrir því að það gerir það líka í þessu tilfelli. Þannig að þetta eru áhyggjur sem ég hef og ég tel það að þegar við erum að hugsa gjaldskrár leikskóla þá þetta er mikið jafnréttismál. Svo er ég líka með spurningu út af því að ég sé svona, ég hef ekki fengið kannski almennilega kynningu nema þá frá bara mínum flokksfélaga það hvernig þetta verður nákvæmlega útfært sem að ég hefði viljað fá kannski betri útskýringu á ef að við bæjarstjórn hefðum kannski hist og farið yfir málin svona áður en ég get tekið upplýsta ákvörðun. Þá langar mig að forvitnast þennan sveigjanlega vistunartíma því að já, sveigjanlegi vistunartíminn var ef ég man rétt settur á 2022 þar sem að var til að koma á móts við sérstaklega vaktavinnufólk og ég veit að starfshópurinn var að rýna og tók saman hverjir, hvað margir voru að nýta sér svona sveigjanlega vistunartíma. En ég er að velta fyrir mér hvernig er það í tengslum við þessa 6 tíma lækkun. Er það þannig að það er hlutfall á vikunni, þannig ég gæti bara tekið barnið mitt úr leikskóla í hádegi á 5. og 1. Og þá er ég á þessi lækkun við mig. Bara ég hef ekki fengið svör við þessu, þannig að þess vegna er ég að velta þessu upp hérna. En ég tel samt að þegar við erum að taka svona stórar ákvarðanir, að þá þurfum við einhvern veginn að innvinkla hagsmunaaðila eða það sem að snúa þessu máli næst eins og starfsfólk og foreldra. Því að ég held einhvern veginn að samfélagið þarf að veita líka foreldrum stuðning og rými og skilning til þess að auka foreldraþátttöku í lífi barnanna og þess vegna er ég hlynnt því að við erum að lækka þannig að við getum minnkað vistunartíma barna. En mér finnst að við þurfum að eiga málefnalega umræðu meðal allra hagsmunaaðila, foreldra og atvinnulífsins líka, starfsfólks. Því að það eru auðvitað ekkert allir sem eru hérna í atvinnulífinu sem eru tilbúinir til þess að gefa sveigjanlega vinnutíma eða það að maður geti minnkað starfshlutfall. Þannig að þetta er bara það sem að mínar vangaveltur hérna í tengslu við þetta málefni. Fleira var ekki í bili. Takk. Það er Hjördís, fleiri hvað þessi hljóðs undir þessum dagskrárlið. Þórdís, mjög myndið þau gerðu svo fyrirgeðu, gerðu svo vel. Já. Kæri forseti, bæjarstjóri og fulltrúar, ég ætla einmitt að fá að koma hérna og ræða lið 3.3 undir fundargerð Bæjarráðs. Nú kem ég hérna upp sem allt í senn bæjarfulltrúi, leikskólastjóri og foreldri leikskólabarns og svo sannarlega jafnréttissinni líka. Ég tel mig því að hafa breiðan bakgrunn og reynslu í þessu málefni. Ég kem fyrst inn í leikskólastarfi fyrir 22 árum sem nýútskrifaður stúdent. Mig vantaði vinnu á meðan ég tók mig frí frá námi, kolfjall fyrir starfinu og er hér enn með smá hléum en enn í Fjarðabyggð og enn í sama leikskólanum. Þegar ég byrjaði að vinna þá tæmdist oft yngsta deildin upp úr klukkan 2 og börnin tíndust hægt og rólega úr leikskólanum eftir hádegið eða sum mættu kannski klukkan 10 eða 11.
Í dag dvelja yngstu börnin okkar oft lengst í leikskólanum hver dag. Já, vistunartími barna hefur aukist jafnt og þétt í gegnum árin og eru börn á Íslandi með lengsta vistunartíman hvort sem horft til að nágrannalandana eða víðar. Og þessi vistunartími helst frá því að þau eru tekin inn við 1 árs aldur og þangað til þau eru hætt í leikskólanum. Íslensk börn á aldrinum 1 til 6 ára eiga einungis 4 vikna sumarfrí, fá hvorki vetrar né jólafrí og eru oft á tíðum með meira en 40 klukkstunda vinnuviku. Við 6 ára aldurinn fá þau allt í einu jóla- og vetrarfrí. Geta verið í fríi í 10 vikur á sumrin. Að sjálfsögðu fara sum í sumarfrístund, fara í námskeið, sumarbúðir eða annað slíkt. En þau fá þrátt fyrir það mun meira frí en yngri systkini sín. Við fullorðna fólkið frá alltaf 6 vikna sumarleyfi erum búin að semja einhvers konar styttingu á vinnuviku okkar og getum tekið pásu frá vinnu í að minnstakosti 15 mínútur á hverjum degi. Það eitthvað rangt í þessu kerfi okkar. Rannsóknir hafa sýnt að langur vistunartími barna getur verið streituvaldandi. Að sjálfsögðu verðum við einnig að bæta starfsumhverfi leikskólabarna með því að bjóða upp á mannsæmandi vinnuaðstöður, annars aðstæður, minnka hávaða, auka við rýmið og allt það, en það breytir því ekki að vistunartími barna verður að minnka alveg eins og okkar vinnutími að minnka. Ein leiðin til að bæta starfsaðstæður barnana að bæta stöðuleikann í starfinu. Börn þarfnast þess að hafa ramma og rútínu í sínu lífi. Það bætir ekki starfsaðstæður barna að ráða inn unglinga eða afleysingafólk til að koma og leysa af vinnutímastyttingu, undirbúning kennara og skammtímaveikindi í tíma og ótíma. Suma daga geta alltaf 5 til 6 starfsmenn komið inn á eina deild til að redda deginum. Þetta skapar ekki stöðuleika fyrir börnin og eykur ekki á vellíðan þeirra. Ég sat í starfshópnum leikskólamál í haust. Þar fengum við góðar kynningar frá hinum ýmsu sveitarfélögum. Farið var yfir hvað hafði gengið vel og hvað mætti betur fara. Við áttum ágætis umræður vilja okkar leikskólastjórana og í hinum fullkomna heimi myndum við vilja bæta við lokunardögum og eða loka leikskólanum alla föstudaga klukkan 12 til að koma til móts við vinnutíma starfsfólks og gefa öllu starfsfólki kost og undirbúning til að bæta faglega starfið og veita börnunum þann stöðuleika sem þau þarfnast. Það komu einnig upp hugmyndir að horfa til Svíþjóðar og fleiri Norðurlanda og að skerða leikskólaplass til foreldra í fæðingarorlofi. Eða segja fólki í vaktavinnu að börnin þeirra mega bara verið í leikskólanum þegar þau eru á vakt. En við verðum að hugsa samfélagið heilt, atvinnulífið og einmitt barnafjölskyldunar okkar sem hafa ekki ráð á að minnka við sinn vinnutíma. Í þessari gjaldskrá verið að reyna að fara einhvern milliveg. Þetta eru hóflegar hækkanir með fjárhagslegum hvata til að minnka vistunartíma barna yfir árið. Sumar fjölskyldur geta stytt vistunartíma barnsins yfir vikuna á meðan aðrar geta nýtt sér skráningadagana, en leikskólinn mun svo sannarlega verið opinn fyrir alla þá sem þarfnast þess. Við viljum ná einhverjum stöðuleika í leikskólastarfið og í framhaldinu að efla faglega starfið. Vonandi ná leikskólakennurunum okkur aftur inn í skólana, bæta við faglærum starfsmönnum og betrum bæta starfsumhverfi bæði barna og starfsmanna. Að lokum má kannski taka fram að kostnaðarhlutdeild foreldra í leikskólagjöldunum farin úr 40% fyrir 20 árum þegar ég var að hefja störf í leikskólanum niður í 9% að meðaltali á landinu. Takk. Það fyrir Þórdís vilja fleiri kveðs hljóðs undir þessum dagskrárlið. Fleiri kveðs hljóðs undir þessum dagskrárlið. Stefán Þór Eysteinsson beðið voru að gerast þá. Forseti, mér langar að þakka Þórdísi fyrir þessi orðsýn bæði þessa vinnu sem er búin að vera og þessi vandamál sem er svo sannlega til staðar og við höfum svo sem öll verið sammála að þessi vandamál eru til staðar og ég held að það hafi alveg verið á hreinu í allir þessari vinnu að við erum sammála að þurfum að bæta starfsumhverfi leikskólana, draga úr álagi og einmitt tryggja stöðuleika eins og vorstu að koma inn á í mönnun og svo sem í vinnunum alltaf starfshópana eða starfshópsins komið fram fjölmargar mjög góða tillögur og sem eru
mjög líklega til að ná árangri í því að ég mitt að ná fram þessu markmiðum og við höfum klálega alveg verið því fylgjandi að skoða þessar tillögur og sjá hvernig við getum komið þeim til framkvæmda og í rauninni ágreiningurinn sem slíkur kannski ekki snúist af því við höfum bara haft ákveðnar áhyggjur af samráðsferlinu, við höfum viljað innvinkla fleiri í þetta ferli því að við erum svo sannlega sammála að það þurfa að draga úr álagi, þurfum að auka stöðugleika og að þetta er náttúrulega bara grunnstoð í samfélaginu, leikskóla og við vitum það og við erum öll sammála því. Ég held að bara þessar helstu áhyggjur okkar eins og við svo sem höfum farið yfir inn í bæjarráði og inn í nefndinni eru þá þessar hækkanir á þá foreldra sem ekki fallandi tekið við með, þurfa að nýta fullavistun, munu koma til með að þurfa að nýta sína skráningadaga til fulls. Þar eru þetta ákveðin hækkun sem að er töluverð og mun svo sannlega lenda á sumum og þar lágu og liggja okkar áhyggjur auðvitað. En í því sem er boðað núna, þar sem á að fara í kynningu á þessari gjaldskrá sem dæmi, það er eitthvað sem við erum mjög ánægð með og svona teljum að er eitt af því sem hefur komið upp úr þessu umræðu að nú er að fara út og ræða við fólk þær breytingar sem að framundan eru, tekjum við með eins og sannarlega eru jákvæðar breytingar í þessu og það verður að segjast að í þessari vinnu þá hefur verið ákveðið viðleitni til að myndi hjá formanni fjölskyldunefndar þar sem að verðið var lækkað, svo sannlega það var farið út og þetta var kynnt fyrir fjölskyldu foreldraráðum leikskólana og kannski bara í grunninn og má segja formaðurinn á hróskilin fyrir báða þessa hluti og umræðurnir í nefndinni bara á þá leið að við hefðum kannski vilja ganga lengra í samráðinu, kannski svipað og var gert í Skagafirði sem dæmi, þar sem að fara út í alla leikskólana og við kannski, og bara við ekki sammála þetta pólitískt og þá erum við bara ósammála þar. Eins með þessar gjaldskrárhækkanir fyrir þessa hópa, í raun og veru fyrir þessa fjölskyldu sem munu ekki lenda undir tekið viðmiðinu og munu þá þurfa mögulega að greiða þessi háu gjöld. Þar lágu okkar áhyggjur, það var komið til móts við það af þessu leyti, þessar áhyggjur. Við töldum ekki nægilega langt, þannig að við vorum þá bara ósammála, pólitískt og þar við í raun og veru bara stendur. En í grunninn, við erum klárlega öll sammála hvað markmiðin eru, þó sem við séum svona að diskutera hvernig sé best að ná fram þessum markmiðum án þess að hafa víðtæk áhrif í samfélaginu okkar. Það er bara þessi ágreiningur, þessi pólitíski ágreiningur í þessu öllu saman. Þannig að en bara takk að Þórdísi fyrir mjög gott innlegg inn í þetta. Takk. Takk fyrir Stefán, vilja fleiri kveðsljós, Ragnar Sigurðsson eða mann ekki að segja Ragnar. Takk fyrir. Ég ætla nú bara að byrja að þakka fyrir hrósið og ég get alveg tekið undir með bæði þeim sem hafa hér á undan komið og sagt að það eru þetta búið að vera í þessari vinnu allir heilmikill samhljómur og eiginlega 100% samhljómur allan tíman og ég finn það alveg að hann er áfram. Það gerir sér allir grein fyrir því að við erum að stíga hér nauðsynlegt skref. Við höfum leitast eftir því allan tíman að horfa til allra sjónarmiða og þess vegna þykir mér bara vænt að heyra það frá Stefáni að hann hafi skilið mína viðleitni þannig að við vorum að reyna að ná fullri samstöðu þetta. Auðvitað er aldrei allir sáttir þegar það er verið að hækka gjöld einhverja hópa en við vorum aftur á móti að horfa til þess að auka þá tekjuviðmiðin og reyna að stíga skrefið þannig að það væri þá verið að draga eins mikið úr áhrifum og hægt væri en ná samt sem áðum tilætluðum markmiðum.
og við gerðum það og nú síðast í bæjaráði þá vorum við að stíga enn stærra skref þannig að tekjuviðmiðin ná yfir mun stærri hóp, þar erum við að auka afsláttinn og svo að horfa jafnframt til leikskólakennara hvað varðar skráningadagana. Og ég heyri það hér á Hjördísi, mér finnst hún fagna í rauninni þessari grundvallar breytingu, ég vona ég fari ekki rangt með og ég get alveg tekið undir með henni varðandi jafnréttissjónarmiðin og það eru þetta þáttur sem við þurfum að taka með inn í myndina og það eru þetta þannig að þegar við erum að fara í þessa vegferð þá verðum við að mæla árangurinn af því og það er sannarlega eitt af því sem við verðum að mæla og við munum gera það og hefur komið skýrt fram í okkar bókunum að strax í haust þá á að mæla árangurinn af þessari breytingu. Og þannig að ég ætla bara að ítreka það að þessar breytingar sem við erum að fara í eru mjög vel undirbúnar. Það verður haldnir fjölmargir fundir í starfshópnum þar sem að fulltrúar allra flokka sátu ásamt skólastjórnendum og starfsfólki. Það er ekki bara mikilvægar, heldur er þetta nauðsynlegar breytingar sem við erum að gera, það eru vel undirbúnar, það eru byggðar á rannsóknum og samtölum við önnur sveitafélög sem hafa farið sambærilegar leiðir og þetta hefur gefist vel. Við erum búin að vinna þetta alltaf að því leiðarljósi að ná fram breiðri samstöðu þetta og þær að mínu mati hafa allan tíman verið, þess vegna kom það mér í opna skjöldu afgreiðsla minnihlutans í þessu máli í fjölskyldunefndinni en ég heyri það og mér þykir bara vænt það að heyra það að það er ákveðin fagnaðartónn að við séum þó að stíga þetta skref þó sem menn myndu vilja hafa það með einhverjum öðrum hætti. Þannig að ég held að við eigum öll að taka það með okkur út í þetta samtal sem við erum með til foreldrana og ég ítreka það að þetta eru breytingar sem að eiga að taka gildi 1. mars þannig að það gefst nægur tími til þess að eiga gott samtal við foreldra. Við erum búin að fara inn í og eiga fund með stjórnum foreldrafélagana. Það var mjög góður fundur og ég upplýði ekki annað en mikinn skilning á þessum aðgerðum þar. Því það gerir sér allir grein fyrir því að leikskólastarf hefur gengið í gegnum miklar breytingar á síðustu árum og bæði höfum við bara verið að mæta ákveðnum samfélagslegum áskorunum. Svo hafa kjarasamningar tekið breytingum með styttri vinnuviku, fjölgun orlofsdaga og auknum undirbúningstíma og það hefur kostað það að leikskólarnir glíma við mjög mikið álag. Þau glíma við mönnunarvanda sem hefur leitt til óstöðuleika, lokana á deildum sem hefur þá þýtt bæði þjónustuskerðingar og tekjumissi fyrir fjölskyldur. Og þessar breytingar miða því að mæta þessum áskorunum og eins og hefur verið kallað eftir lengi og ég lít þannig á að við hér í bæjarstjórn með samþykki allra flokka stígum fyrsta skrefið á síðasta ári. Og þær leiddu ekki til þess að við værum að horfa á það að væri verið að draga úr álagi, alls ekki. Og þann 16. október þá bókuðum við öll í starfshópnum þar sem við gerðum okkur grein fyrir þessu álagi og allir voru sammála það að búa til ákveðnar reglur vistunartíma barna til að koma móts við þætti eins og undirbúning starfsmanna og styttingu vinnuvikunar. Til dæmis að hafa 30 tíma gjaldfrjálsa vistun sem væri sveigjanleg fyrir foreldra. Tímar umfram það yrðu samkvæmt gjaldskrá hærri. Í núverandi kerfi eru skráningadagar alls ekki verðlagðir rétt. Skoða að hafa yngstu börnin að hámarki í 6 tíma vistun. Setja það reglur varðandi að 2 yngstu árgangarnir sé að hámarki í 6-7 tíma. Þetta var bókun sem við stóðum öll að og að endanum vorum við sammála að skerða ekki opnunartíma og því var þetta lendingin að auka valfrelsi frekar heldur en lokun og aukna skerðingar. Þessu stóðum við öll að ásamt leikskólastjórunum og með því viljum við styrkja starfsumhverfi fyrir starfsfólk, tryggja stöðuleikan í þjónustunni fyrir fjölskyldur, stuðla að aukinni veljan barna sem er hjarta okkar allra í þessum ákvörðunum.
Í þessum breytingum sem að nú hefur verið unnið að mjög langt skeið og ennþá lengra ef hortir til þess samtal sem að við höfum átt við okkar starfsfólk, þá hefur þetta verið markmiðið frá upphafi og ég gerði það núna í vikunni að ég fór og aflaði mér enn frekari gagna og fann þar að þetta eru nú bara tiltölulega nýjar breytingar sem hafa verið gerðar í mörgum sveitafjörðum eins og Skagafirði, eins og Stefán kom hér inn á, Ísafjörður, Eyjafjarðarsveit, Akureyri, Kópavogur, Garðabær, Hafnarfjörður. Við horfðum til þeirra allra og það liggur fyrir rannsókn sem var unnin af rannsóknarsetri Háskólans á Akureyri í samstarfi við Háskóla Íslands sem var gerð til þess að meta reynsluna í Kópavogi og Akureyri. Og það er rannsóknir sína með skýrum hætti að vel skipulagt starfsumhverfi hefur margvísleg jákvæð áhrif. Könnunin var gerð meðal starfsfólks leikskólana þar sem þau voru spurð út í reynsluna breytingunum. Það var yfirgnæfandi meirihluti og ég held að það sé ekki ósögum sagt að það hafi nánast verið einróma að starfsfólkið mat að börnin hefðu meira leikfrelsi, þetta hefði aukið veljan þeirra og öryggi í umhverfi hefði aukist með mun skýrari ramma. Starfsfólkið upplifði minnkað álag og aukið svigrúm til undirbúning sem hefði haft jákvæð áhrif á fagmennsku og starfsánægju. Sem eru þetta grundvöllurinn í þessum breytingum að geta boðið áfram upp á þá þjónustu sem við höfum verið stolt af að geta veitt og við viljum bjóða upp á gott starfsumhverfi og við viljum að það sé aukin starfsánægja þannig að við höldum fólki í leikskólanum sem getur tekið á móti okkar börnum. Þá vorum við jafnframt að horfa til þess að þetta myndi ekki koma þeim tekjulegstu illa og þess vegna erum við með tvískipt tekjuviðmið og veitum 50% afslátt af dvalargjöldum fyrir mun stærri hóp heldur en verið áður og við erum að hækka afsláttinn. Og þarna erum við að horfa sérstaklega til þessar og þau taka ekki bara tillit til almennra vistunargjalda heldur einnig viðbótar vistunargjaldi og gjaldi vegna skráningardaga. Þessar breytingar eru afrakstur vandaðs undirbúnings og skynsamlegra ákvarðana. Breytingin er hugmyndafræðileg nálgun á gjaldskrá og hefur verið kynnt stjórnum allra foreldrafélaga leikskólabarna í Fjarðabyggð. Gjaldskráin á svo að taka gildi 1. mars eins og ég sagði áðan og gefast í rúmir 3 mánuðir í öflugt kynningarstarf og ég veit að það nú þegar hefur starfsfólk bæjarins hafið undirbúning á fundum með foreldrum í öllum byggðarkjörnum. Með því að samþykkja þessar breytingar erum við að sýna ábyrgð, framsýni og skýra framtíðarsýn fyrir leikskólastarf í Fjarðabyggð. Þaðan hefur verið kallað eftir breytingum í mörg ár og við viljum leggja grunn á þjónustu sem stenst nútíma áskoranir og tryggir að börnin okkar fái þá bestu umminnun og menntun sem völ er á. Fyrir Ragnar vilja fleiri kveða sér hljóð sér undir þessum lið. Stefán, það reistir með beðmáli, gerð svo Stefán. Takk fyrir það. Bara að fara yfir nokkru hluti. Ég glemdi að fara yfir áður þetta með kynninguna sem var líka eitt af því sem við fögnuðum en líka með þessa eftirfylgni. Því hún verður svo mikilvæg í að meta þetta og þessi skýrsla sem Ragnar var að vísa í, hún er mjög athyglisverð í þessu. Þar náttúrulega vísað líka í breytingarnar á Akureyri sem eitt af því sveitarfélögum sem kynntu fyrir okkur sína breytingar og þær svona kannski þar voru breytingar margvíslegar en þar voru svona kannski hóflegustu gjaldskrárhækkanirnar og lækkanir á móti þannig það voru svona ákveðin móti sem okkur leist ágætlega á svona þannig og svona ákveðin leist þau fóru þar og það rétt og ég get alveg vel ímyndað með það að vel skipulagt starfsumhverfi sé gríðarlega mikilvægt í því að skapa þessa starfsánægju hjá þessu starfsfólki en ég tók líka eftir að þessi könnungur tók þá bara til starfsfólks ef við skildi rétt þannig að þarna hefur ekki kannski verið könnuð ánægja foreldra maður svona séð skiptar skoðanir á því í Kópavogi svona allavega þegar það allt saman fór á stað og Akureyri sem leiðis hef ég svo sem séð líka
þannig að það allan eitthvað til að hafa huga inn í þessa vegferð. Svo sem bara eins og ég var að benda á áðan að mikið á okkar gagnrýni, svona okkar áhyggjur kannski, aðalega áhyggjur okkar hafa snúist einmitt þessa háu gjaldtöku sem verður á ákveðna hópa. Það bara þannig. Bara, þú veist, þannig við séum öll meðvituð það. Þá sem sagt fyrir þessa foreldra, að því að við erum að gera vel, þarna ég að hækka tekjuviðmið og það náttúrulega snýst það að náðum tekjulægstu. En það ekki bara sá hópur sem við þurfum líka að hugsa Þarna inni fólk sem að hefur kannski bara ekki tök á að kannski aðeins frá hann tekið við mig, hefur ekki tök á að minnka við þessi vinnu. Hættan í þessu að þessi breyting því miður muni hagnast ákveðnum aðilum betur öðrum til að mynda þessi vinna á skrifstofum, hafa svo sannarlega vinnustyttingu og geta þar að leiðandi minnka við sig þessi leikskólagjöld, því það töluvert að verka fólk sem mun ekki geta nýtt sér þetta, munu bara þurfa að borga hærri gjöld, sem náttúrulega svona að mínu viti frekar ósakert. Og svo sem eitt af því sem að Þórdís kom inn á og við svo sem ég held við séum öll sammálum, það þetta og við viljum öll fá að verja meiri tíma með börnunum okkar og það bara, ég held við séum öll sammála því, en hvort að það sé sveitafélagsins eins og sér að fara í breytingar á leikskólanum til að knýja fram þá breytingu, ég ekki viss að það sé rétta aðferðin sem slík, þó svo við séum öll sammála að það sé leiðin sem við viljum fara í þessu öllu saman. En aðeins bara að því að við erum aðeins búin að tala gjaldskrárhækkanirnar sjálfar. Ég var aðeins bara búin að taka saman að þá fjölskylda með barn í fullri 8,5 tíma vistun sem að nýti þá alla skráningadagana mun greiða 780.000 krónur á næsta ári en hefði greitt 470.000 krónur á þessu ári. Þannig að þetta töluverð hækkun fyrir þessa fjölskyldu. Þetta tæp 66% hækkun. Og án þess að taka skráningardaga sem sumir eflaust munu hafa tök á, þá þetta samt sem áður 680.000 krónur í staðin fyrir þá þessar 470.000. Þannig að þetta töluverð hækkun í krónutalið og hlutfallslega þetta líka. Og bara ganni mínu fóru að reikna hvað þetta myndi þýða fyrir fjölskyldu með 2 börn á leikskóla sem að þurfa að nýta fulla vistun. Ef þú þurft að nýta alla vistunardagana, þá að fara að borga 1.180.000 í stað 710.000. Þannig að þetta alveg upphæðir. Bara þannig að við séum meðvituð það og þar voru okkar áhyggjur, en að ég vil ekki rósakjarn að þá líka vert að vekja athygli á því að hér verið að lækka verði fyrir 6 tímana og með öllum skráningadögunum, ef menn ekki undir tekið viðmiðinu, þá þetta 3% hækkun, en ef menn að nota, hafa þá tök að vera heimböndin á skráningadögum, þá þetta lækkun, töluverð lækkun, 26% lækkun, sem þetta eitt af því sem við höfum komið inn á að þessi lægri gjöld fyrir 6 tíma eru jákvæð, sérstaklega fyrir þá sem munu koma til með að nýta sér þetta. Áhyggjur okkar, kannski snúa svolítið þeim sem að munu ekki geta tekið börnin með sér í fiskvinnsluna eða inn í álverið eða sem að hafa ekki tök á þessari nýtingu og það líka þetta með jafnréttissjónarmið eins og Hjördís kom inn á. Hættan sú að við séum að draga atvinnuþátttöku kvenna, við vitum það að yfirleitt eru það þær sem að draga úr henni og það þýðir líka það að við erum þá að draga úr réttindasöfnum kvenna á vinnumarkaðnum og hvað var að lífeyris réttindin svo setna mér. Bara svona sem þetta, þannig eins og við svo sem öll samvalum markmiðin og þau svo sannlega skýr og alveg ljós. En þannig að þetta voru svona okkar kannski helstu áhyggjur í þessum, svo þetta með samræði sem slíkt og kynninguna og ég treysti því og eins og Ragnar kom inn á að starfsfólki sem byrja að undirbúa þessar kynningar, þannig að fólk sé vel undirbúið undir þær breytingar sem
sem að eru það framöndan. Já, ég held að þessi komið með flesta búta. Takk. Garðar Stefán, Ragnar, vill eitthvað kveðs ljóðs, Birgir Jónsson fyrir ekki, Ragnar. Þú var sjónamenn undan Ragnar, gerðu svo vel, Birgir. Þakka þér fyrir. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðri starfsmenn. Aðeins að koma hérna upp og ræða þetta mál. Ég kom hérna upp á síðasta fundi bæjarstjórnar og fór aðeins yfir svona forsöguna og sem sagnfræðingur þá tel ég það minna skyldu að svona horfa aðeins tilbaka og það er rúmt ár síðan að við hófum í raun umræðu þessa gjaldskrá í fræðslunefnd og örugglega á undan því en þetta kjörtímabil eðlilega hefur litið dálítið af umræðu leikskólana og þar lögðu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram tillögu eða lögðu fram bókun öllu heldur af því ég strítiði nú hérna á sínum tíma á þessu að þetta hefði ekki verið tillaga þannig að við skulum hafa alltaf því til laga en það sem hafa talað 6 tíma gjaldfrjálsa vistun og umfram tímar eru rukkaði sérstaklega og við það tilefni þá bókuðu fulltrúar þáverandi meirihluta að lögðu það til að stjórnandi fræðslumál og skólaþjónustu myndi taka saman upplýsingar þær leiðir sem hafa verið farnar í öðrum sveitarfélögum með það að markmið að gjaldskrá Fjarðabyggðar endurspegli áherslur varðandi það að draga úr álagi á börn og starfsfólk leikskóla en leið þarf að huga því hvernig við mætum þörfum ólíkra hópa í samfélaginu þeirri samfélagsgerð sem hér er. Þannig að ég myndi telja það að þetta, eins og ég sagði hér á síðasta fundi, að þetta skref sem við erum að fara í núna sé rökrétt framhald af þessar umræðu sem hófst þarna. Bara svo við höldum því til haga og þótt að við höfum ekki farið alla leið fyrir ári síðan þá gerðum við í rauninni ýmsar breytingar á gjaldskránni. Við fórum að taka sérstaklega tíman fyrir 8 og eftir 4 sem ennþá verið að gera í þessum tillögum sem liggja hér fyrir. Við fórum að horfa á það að skrá börnin í leikskólan fyrir að skráðu í frí á þess að taka gjald fyrir það. Og kannski með þessa tíma fyrir 8 og eftir 4 að í staðin fyrir að 9. tíminn væri þessi dýri tími sem hafði verið áður, þá fórum við í það að þessi tími fyrir 8 og eftir 4 er dýrari, þannig að hann var dýrari þá. Og þannig að svona grunnurinn að þessu, eins og ég sagði hér á síðasta fundi, grunnurinn að þessu var lagður hérna fyrir ári síðan. Þessar breytingar sem við gerðum þá, þær náðu ekki þeim markmiðum sem við stefndum að og því er þetta eðlilegt. Og bara til að halda því líka til haga að þá hækkuðu dvalargjöldin hér fyrir ári síðan 7,7%, þannig að það var ekki sem að var eflaust töluverð hækkun. Mér langar líka aðeins að koma inn á það að ég skildi nú ekki almennilega kollega minn Stefán sem virtist vera sammála öllu því sem kom fram og þá skil ég ekki alveg þetta hafar í allt saman, ég verða að viðurkenna það. Ég skilði það ekki alveg og síðan kom hér fram áðan að kynningin á þessu hefði verið kannski ekki nógu góð en samt á tilefni til að fara með þetta á samfélagsmiðla í rauninni áður en að tillagan hafi verið samþykkt. Þannig að mér finnst það líka mjög áhugavert. En ég sagði líka hér á síðasta fundi að við hefðum áhyggjur eða áhyggjurnar væru mögulega þeir sem að fjallíkjundu tekið við með og það hefur verið brugðist við því síðan á milli funda. Þannig að ég tel það til bóta en þegar við skoðum þessa gjaldskrá líka fyrir ári síðan að þá náði tekið við með til námsmanna og einstæðra foreldra og engra annar, það fengu að engir aðrir ekki tekið við með heldur afsláttur og það var 30% afsláttur þessu hópa. Ekkert tekið tillit til tekna og hafði verið það að ég held árabil. Þannig að, og það voru ekki neinar sérstakar áhyggjur af þessu þá og hefði ekki verið. Þannig að mér finnst þær svona virka eins og þær séu svona nokkuð nýtilkomnar þá. En allavega ég tek undir með Ragnar að þetta er tillaga sem til þess fallin að fara fram á við. Við höfðum gert breytingar á síðasta ári sem náðu ekki markmiði sínu. Þannig að nú prófum við þetta og tökum það upp í haust aðeins á nokkrum mánuði liðnum og þá sjáum við hvort að þetta gangi eða hvort að við þurfum að gera breytingar á. Þannig að
ég held að þetta sé farstætt skref fram á við í ljósi þess sem að hefur verið gert hér á þessu kjörtíðanbili. Takk fyrir. Fyrir Birgir, Ragnar Sigurðsson hefur við orðið. Gjörðu svo Ragnar. Takk fyrir. Já, það er ágætt að fá svona smá sögulega skýringu sem sýnir einmitt það að hversu hógvært tillaga þetta er og hvað það sem við erum að gera í gjaldskrármálum núna, hversu mikið tillit við erum að taka til barnafjölskylda, og ég held að við séum að taka eitthvað stærsta skref sem við nokkuð tímann tekið til þess að horfa á tekjuvið með einstaklinga og auka afslátt fyrir þá tekjulægstu. Þannig að ég verð bara að segja það að ég fagna auðvitað því hversu mikill samhljómur það er, og ég fagna því að menn séu þó hér að undirstrika það að þetta sé farsælt skref. Ég hef ekki heyrt neitt annað, en að samanskapi verði ég að lýsa ákveðnu undrun minni á því að við höfum verið hér með starfshóp í vinnu, og þetta er vinna sem hefur staðið í mjög langan tíma. Við höfum verið með bókanir, allt í þeim anda að við séum að fara að taka þetta skref. Við afgreiddum þetta út úr starfshópnum án athugasemda. Við erum búin að vera samstíga í þessari vegferð allan tíman, og þegar að framkomu athugasemdir þá tókum við sannarlega tillit til þeirra. Þær komu ekki fram innan starfshópsins, en leið og þær komu fram þá tókum við það og afgreiddum það þannig. Við boðum aukafund í fjölskyldunefnd, meðal annars til þess að verða við þeim sjónarmiðum sem komu frá minnihlutanum. Aldrei á neinum tímapunkti, hvorki í starfshópnum né inn í fjölskyldunefnd, lýstu fulltrúar Fjarðarlistan sig andsnúin þessum breytingum. Aldrei. Og aldrei kom fram tillaga að gera þetta með einhverjum öðrum hætti. Þess vegna verði ég bara að spyrja mig að því hvernig við eigum að fara inn í breytingar þar sem það er verið að vinna málum þverpólitískum hætti, sem að við erum sannarlega að leggja metnað okkar fram við að ná fram, þar sem við erum að stíga skrefin í fullri sátt innan bæjarstjórnar. Ef að við getum ekki treyst því að tillögur séu lagðar fram þar sem þær eiga við, og við séum að vinna vinnuna saman í því að ná fram sameiginlegri niðurstöðu. Takk fyrir Ragnar. Stefán og Reisnum við óska eftir að fá að bregðast við og svara, og það er alveg það fylgir reglunni, maður svara bara því, þú ert búið með ræðutíman þessum liðu öðru leyti. Gerðu svo Stefán. Takk. Ég nefnir ekki verið að taka undir næst. En varandi starfshópinn, afgreitt án athugasemda. Í gegnum ferlið, við erum búin að taka núna 5 eða 6 fundi, ég man ekki alveg hversu margir voru. Og við höfum, eins og ég segi, fengið kynningar frá sveitarfélögum og við verðum að taka þær tillögur saman. Ítrekað í því ferli, sérstaklega þegar á leið, þá kallaði eftir, ég vil fá að sjá hver heildar áhrifin væru. Af því þetta var mikið safn af tillögum sem margar hverjar gætu náð ákveðnum árangri í þessu að bæta starfsumhverfið, en ég vildi fá að sjá heildar áhrifin. Og við fengum samanburðinn, við höfum sveitarfélög sem var eitthvað sem búið að kalla eftir, og við fengum heildar minnisblaðið þá gjaldskrána. Við fengum hann á síðasta fundinum, fengum hann ekki fyrir fund til að rýna það, fengum hann á síðasta fundi. Við ræddum hana og ég man ekki betur en að ég hafi sagt, eins og ég hef gert í gegnum tíma starfshópsins, bent á að þessar hækkanir væru miklar. Það væri svo sannlega miklar. Að þetta hafi verið afgreitt út úr starfshópnum án athugasemda inn í fjölskyldunefnd til umræðu, og við svo sannlega eins og komin á. Við tókum 3 fundi í fjölskyldunefnd þar sem við ræddum gjaldskrána. Við vorum ekki að ræða daginn og veginn, við vorum að ræða af hverju við vorum ósammála hana og hverju við gætum breytt í henni. Og ég minnist þess reyndar undir lok síðasta fundarins í starfshópnum, þar sem þetta fór svo sannlega inn í fjölskyldunum til áframhaldandi umræðu, því að þar átti að halda áfram að taka til umfjöldunar, að þá var þetta, ég man nú ekki sérstaklega, var það hvort það hafi verið bókað sérstaklega með það, en það er alveg rétt.
þetta var ekki sérstaklega bókað, en áhyggjurnar af samráðinu og of háum gjöldum voru svo sannarlega til staðar. Stefán, þar sem ég hef opnað það að menn geti svarað á má Ragnar Sigurðsson sem var líka formaður starfsfólksins svara. Gerðu svo Ragnar. En við erum komin í svörin þegar við erum báðið búið með ræðutíma. Örstuð til þess að svara þessu sem formaður starfshópsins. Sko, við skiluðum á okkur bókun 16. október og við tókum þetta svo fyrir inn í fjölskyldunefnd. Það sem ég var að meina áðan, þegar við skiluðum þessu á okkur inn í starfshópnum, sannarlega voru engar atkvæðagreiðslur en við vorum búin að bóka að við myndum fara að stíga þessi skref 16. október. Við fórum þá að tala okkur niður á ákveðna aðferðafræði í þessu. Allan tíman hefur Fjarðalistinn talað það að við værum að fara í einhvers konar svona vegferð. Þess vegna skil ég ekki hvers vegna það er að á síðasta fundinum kemur frá tillaga að við gerum ekkert af því sem við höfum rætt og færum eingöngu í 2,5% hækkun. Það er það sem ég skil ekki. Aldrei á neinu tímapunkti kom einhver tillaga sem var í neinu samræmi við það sem við vorum að vinna að og í rauninu kom aldrei nein tillaga. Auk þess hef ég ekki skilið eins og framkom hér áðan. Það er alltaf hægt að kalla eftir aukafundum, það er alltaf hægt að kalla eftir kynningafundum, það hefur ekki verið gert. Takk fyrir Ragnar. Ég tel að öll svör séu komið hér fram í þessu máli. Það vilja fleiri hvað þessi hljóð sér? Hjördís Helena Þórðardóttir beðið máli gefur Hjördís. Forseti, mér fannst núna að vera að beina til mín áðan það út af því ég talaði það, ég hef ekki fengið nógu góða kynningu á þessu en við hefum verið tilbúin til að kasta þessu fram á samfélagsmiðla. Þá var náttúrulega bara búið að taka ákvörðun þetta í fjölskyldunefnd. Ég hins vegar persónulega sat engan kynningafund og það er það sem ég er að tala og vitna í. Við tókum alveg skref, það er alveg rétt, eins og bæjarfulltrúi Birgir talar Við tókum ákvörðun það að við myndum byrja með skráningadaga. Þá var búið að vera að reyna áður að hafa þannig að þú myndir hafa samband við leikskólann ef þú myndir ekki nýta þér dagana þegar grunnskólinn var í vetrarfríi eða dagana milli jóla og áramóta. Og það var ekki, foreldrar voru bara að gleyma, þú veist að tilkynna börnin eru fríi og svona, þannig að þá var búið að gera ráð fyrir ákveðnum mannskap inn í skólum og það er auðvitað ekki alveg nógu gott, þannig að við ákveðum að snúsa við og segja ok, þú þarft að skrá barnið, því að þá muna foreldrar frekar eftir því að þau er ekkert að skrá barnið í leikskóla ef að þú ert mögulega að fara að taka frí. Og við vorum náttúrulega, okkar von var auðvitað að þá myndu kannski börnin, sem sagt, ef foreldrar verið að nýta sér þessa frídaga, eða sem sagt, þegar að grunnskólinn er í fríi, og hafa börnin þá ekki í leikskóla. Síðan var líka að tala tíman umfram þessa 8 tíma. Og þannig erum við að tala það, jú, við byrjum að rukka fyrir út af því að við töldum, þú veist, hér erum við með 8 tíma. Þegar maður er að koma með barnið sitt í leikskóla korter í 8, þá erum við á náttúrulega yfirvinnutíma starfsfólk. Það er verið að borga starfsfólki yfirvinnu. Þannig að sjálfsögðu ætti það kannski að kosta aðeins meira út af því að þarna er umfram þessa 8 tíma. Og þá var það sett í gjaldskrána að það væri 2038 krónur. Núna er verið að fara að taka ákvörðun það að korter í 8 til 8 er 10.000. Þannig við sjáum bara munin frá því að vera með 2038 krónur í 10.000. Þannig að þetta var það sem ég vildi koma inn á. Síðan veit ég það alveg og ég átti þessa umræðu bara í dag í tengslum við út í því að bæjarfulltrúi Þórdís kemur inn á vistunartími barna. Ég átti þessa umræðu í dag við sem sagt gamla leikskólastjóra. Þar sem vorum að ræða það þegar að konur voru til dæmis í fæðingarorlofi, þú veist, þá voru þau líka með, ef það eru fæðingarorlofi á barni 2, þá var barnið heima eða í styttri vistun og hefur náttúrulega á öðrum Norðurlöndum, svoleiðis, en síðan breytist það bara með tímanum og ég held til dæmis að það tengist bara vistun barna í leikskólum í Fjarðabyggð, tengist bara hvað atvinnuþátttaka kvenna í Fjarðabyggð er mikil.
Og þess vegna er þetta mitt áhyggjuefni, er það, þú veist, hver er að fara að minnka vinnuna sína til þess að ná að vera innan þessa 6 tíma. Það eru mínar áhyggjur því að mér finnst sem sagt þessar sem sagt álögur, heildarálögur á fólk og fjölskyldur sem er að fara að nýta sér sem sagt 8 tíma vistun eða 8,5 tíma. Mér finnst þetta frekar há og eða sem sagt miklar heildarálögur sem að ég held að skapi bara töluvert meira álag á fjárhagslegt álag á þá hópa sem að glíma við að þurfa að borga mikil útgjöld mánaðamót og líka er ég hrædd þessa hópa sem að við erum með sem eru kannski ekki með mikið bakland hérna í Fjarðabyggð. Það eru ekki allir jafn heppnir og ég að búa, þú veist, á sama stað sem bæði foreldrar og tengdaforeldrar. En þú veist, ég er hrædd þessa hópa. Og þú veist, og ég er bara rosalega ánægð að formaður bæjarráðs skilji það að ég sé rosalega jákvæð gegn tengslu við þessa breytingu á gjaldskránum en það sem ég er ánægð með er það sem að við erum að taka tekjutenginguna og ég er líka ánægð með það að taka vistunargjaldið, eða þess að lækkun á vistunargjaldið 6 tíma. En mér finnst þetta samt rosa mikið stökk að fara frá þessum 6 tímum síðan í 8 tíma út í það þegar svo töluverð hækkun þessi umfram þessar 6 tíma. Það er það sem ég hef áhyggjur á. Því að, og við erum öll sammála það að við þurfum að gera eitthvað. Ég er bara ekkert á því að þetta sé rétta leiðin. Og hérna, svo ætla ég líka að tala það að ég held líka bara að það sem að við þyrftum nú bara fyrst og fremst að gera er að bara borga leikskólakennurunum okkar mannsæmandi laun. En það er náttúrulega kannski umræða til þess að taka okkur öðrum vettvangi en hér. En þannig að ég er alveg sammála umræðanum um styttingu vistunartíma leikskólabarna. Mér finnst hún þurfa að eiga sér stað. Það er mikilvægt og mér finnst að það eigi að gera með stærri hópi en bara starfshópi. Og ég held það sé líka bara eitthvað sem að við sem samfélag þurfum að taka. Því að mér finnst þetta ekki kannski bara, ég held þetta sé líka svolítið tengst bara breytingu á samfélaginu okkar. Þannig að það eru, og ég held bara áfram að þetta eru mínar áhyggjur. Ég held að ég sé búin að svo sem svara því sem ég sá og kom hérna. Takk fyrir. Gafir Hjördís, Jóna Árný Þórðardóttir bæjarstjóri beðið morðið, gerð svo Jóna. Góðir bæjarfulltrúar, að því að það kom hérna fram spurning áðan, ég held að það veri frá Hjördísi hvernig meðalvistunartíminn, menn sjá það fyrir sér, get ég verið með 8, 6 og 5 tíma og verið þá með meðaltali 35 tíma á viku eða meðaltali 7 tíma á dag, þá tekur gjaldskráin mið af þessum 7 tímum. Þannig að innan 8 tíma gluggans, frá 8 til 4, þá er hugmyndin að þú getur verið með það er þessi sveigjanlegi vistur sem við vorum að ræðum og þú komst með ágætis dæmi, ef ég get verið með fullata, eða 8 tíma 3 daga en svo styttir í daga hina 2, þá hefur við möguleika á því að taka það samtal við leikskólastjóran. En þannig er þessi fyrirsjáanleiki sem kannski er verið að reyna að ganga út frá, að menn hafi það þá einhvern fyrirsjáanleika í einhvern tíma, hvernig vistunin er, þannig að það sé hægt að skipuleggja starfsmanna og líka þá frítökustarfsmanna og annað slíkt í samræmi við það hvað menn reikna með að vera með mörg börn á leikskólanum. Þannig að meðalvistunartíminn út frá gjaldskrá, að því að þú spurðir að því, hitt sem að hefur komið svolítið til talas sem snýr að kynningum í framhaldinu. Markmið er núna að það fari ákveð þegar liggur fyrir staðfest ákvörðun í þessum málum, þá fari af stað frekari kynning og eins og kom hérna inn á bæði hjá Stefáni og Ragnari að það er byrjað að leggja drögin að því og er þá verið að horfa annars vegar til við vissulega fórum og kynntum fyrir stjórnum foreldraráðana þarna í seinnipartinn í nóvember, 20. nóvember minni mig, en þarna gefur ákveðið svigrúm með því að færa gildistökuna til 1. mars að gefa kynningu og gefa líka tækifæri til þess að
foreldrar hafi tækifæri til þess að eiga samtal við sinn leikskólastjóra hvernig vistunartími henta best miðað við aðstæður hjá hverjum einum. Þessi útfærsla sem breytingi sem átt sér stað í framhaldi af bæjaráði síðastliðið mánudag hækkun á tekjumörkunum í rauninni á milli umræða frá þeirri tillögu sem kom innan úr fjölskyldunefnd og var svo aðlöguð í bæjaráði áður hún kemur hérna til endanlega staðfestingar. Gerir það verkum að þessi tekjuflokkar sem falla undir þessi tekjuviðmið í rauninni þá þetta 3, það almenna vistunartíminn sem þessi tímabilið frá 8 til 4, viðbótarvistunartíminn sem frá korter í 8 til korterinn hann að sikkur megin og svo skráningadagarnir sem falla allir þá undir þessi tekjuviðmið. Því að mér svona fannst það á spurningunum hérna áðan að það þyrfti svona frekari skýringa við í þessum málum, þá allavega ég búin að veita það hér. Markmið í framhaldinu þegar liggur fyrir endanleg staðfesting að þá verður sett út bara svona hefðbundið spurt og svarað í tengslum við spurningar sem mögulega hafa, en svo þá svigrúmi til í janúar að fara í þá fundi bæði inn í leikskólana en ekki síður inn til starfsmanna sem inn í leikskólanum og þeir fundir fyrirhugaðir strax í næstu viku. Þannig að þetta svona undirbúningurinn sem allavega komin en auðvitað á þeim forsendum að hér sé endanleg staðfesting hér í dag, þá fer þessi kynningaferli af stað. En bara til að svara þeim spurningum sem ég tala kannski best að ég myndi taka að mér að svara, þá allavega þessar svona upplýsingar innan úr því hvernig gjaldskráin verður framsett eða gjaldskráin hverju verður framsett. Takk fyrir. Takk fyrir það, Jóna. Vilja fleiri hversi ljós? Svo verðist ekki vera. Ég ætla þá að bera upp lið 3-3 ásækir til afgreiðslu mannssamþykki vinstri einhver á móti. Hann sagði þetta með 7 atkvæðum, fulltrúa fjarlægðisins greiða atkvæði á móti afgreiðslu liðarins, gegn afgreiðslu liðarins. Þá erum við komin í fundargerðir fjölskyldunefndar sem eru 3 talsins frá 18, 19 og 20. Orðið lausnu þær, vill einhver þessi ljós. Svo verðist ekki verið, ég ber þar upp til saðan það samkvæmins gemerki, þar eru saðan það með 9 atkvæðum. Þá erum við næst komin í fundargerð skipunar og framkvæmdarnefndar með 22, vill einhver þessi ljós hana. Svo verðist ekki vera, ég ber nefnir saðan þetta, þessum hann samkvæmins gemerki. Hún sagði þetta með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í liðin almenn mál og þar fyrsti liður fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2024, viðauki 4 og eins og kemur fram í gögnum sem liggja undir hjá bæjarfulltrúum, þá hér viðauki 4 sem fjallar áhrif kjarasamninga og jafnframt fjárfestingu í körfubíl slökkviliðs Fjarðabyggðar og kemur vísa frá bæjaráði. Þessi við gerum til að mæta áhrifum eins og áður segir að nýjum kjarasamningum Sambandsíslenskra sveitarfélaga við Afl, Visku og FIH og jafnframt þessari áðurnefndri fjárfestingu körfubíl. Eins og hér við komið fram og þetta ekki fyrsti viðauki sem tekur á að því að hér hefur verið kjarasamningsár, þá var gert ráð fyrir við gerð fjárhagsáætlunar árið 2020 viðbótarkostnaði tengdum kjarasamningum og það var lagt til hliðar á lið óviss útgjöld hjá sveitarfélaginu upphæðir til að mæta þessum kostnaði þegar kjarasamningar lægju fyrir. Og hér hafa verið nýttar áður af þessum lið 72 milljónir, tæpa 73 milljónir til að mæta þeim kostnaði þeim kjarasamningum sem áður hafa verið teknir fyrir og búið að útjafna á. Þessum við lagt til að hækka áætlaðan launakostnað deild og stofna á Fjarðabyggðar 69,9 milljónir í A-hluta og 4,4 í B-hluta eða samtals 74,3 og lækka þennan lið að sama skap sömu tölu. Að þessum breytingum gerðum sjóður eigi því aðalsjóðs hækka 4,4 milljónir en sjóður í B-hluta lækkar 4,4. Sjóðurinn og eigi fé breytist ekki þess að gert ráð fyrir sem aukna launauka eins og áður sagði. Þá hér jafnframt B-liður þessa viðauka, þá samþykkti bæjarráð á fundi sín þann 27. ágúst að endurnýja körfubíl slökkviliðs Fjarðabyggðar og
í tengslum við útboð á slíkum bifreiðum sem voru í eigu slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins og skemmst er að segja að Fjarðabyggð festi þær kaup á bifreið og því er hér lagt til að fjárfestingartækjamiðstöð verði hækkað 14 milljónir. Við gerum ráð fyrir því í fjárhagsáætlun 24 15,5 milljónum í fjárfestingu tækjamiðstöðinni sem heldur utan um bifreiðar og tæki sveitarfélagsins og nú er heildarfjárfestingin áætluð 29,5 milljón og þannig er aukinni fjárfestingu hennar mætt með hækkun viðskiptastöðva alls 14 milljónir og sjóðstaðan og samstaðan lækka þá sömu fjárhæð að samaskapi. Þá hafa samandregið þessa breytingu þá áhrif að rekstrarniðurstaða A-hluta batnar 4,4, rekstrarniðurstaða B-hluta vestan sömu fjárhæð, rekstrarniðurstaða samstæðu Fjarðabyggðar óbreytt. Fjárfestingartækjamiðstöðin hækkun 14 og verða fjárfestingar A-hluta alls 352,5 milljónir, sjóðstaða samstæðan í heild lækkun 14 milljónir og gert þarf að handbar því verðum 238 milljónir í árslok 24 og síðan er nánar útlistanir á þessu. Við leggjum hvað þessi hljóðsum þennan viðauka, svo virðist ekki verið í beinum til saðan þess bannsækjamerki. Hann er samþykktur með 9 atkvæðum. Þá er hér næst 9. liður sem vísar á skipulags- og framkvæmdanefnd. Það er umsókn sem tók á umsóknum óverulega breyting á deiliskipulagi og þetta er endurnýjun á lóðaleigusamninga óser 1. Deiliskipulagsbreytingin sem óverulega fellur að þessari deiliskipulagsbreytingu en þannig verið að raun og veru óska eftir aðkomu að húsnæðina óseri 1 og leið þá breyta lóðamörkum þannig að aðkoma verði skýrari að því. Málið hefur hlotið umfjöllun og afgreiðslu í skipulags- og framkvæmdanefnd en þarf hér samþykki bæjarstjórnar við lengur þessi ljóð sem hann lið. Svo verðist ekki verið ekki býrðan þess samþyktar þess mann samþykkja þessi samþykkt með 9 atkvæðum. Þá eru næst koni gjaldskrá fasteignagjald 2005. Getur einhver verið að einhverjum finnst þar fullsinnt að taka það, er búið að reikna það inn í fjárhagsáætlun. En engu að síður þá er hún borin hér upp í aftur til afgreiðslu eins og menn muna þá er fyrri umræðu þá borin fram fyrri tillaga og breytt. En hér er semst breytingar sem kemur fram í fjárhagsáætlun þá er lækkun á fasteignaskatti A íbúðar húsnæðis í Fjarðabyggð og þannig að breytingin felur í sér hér ný tillaga sem þá þannig er álagning fasteignagjald 25 og reglur afslátt til elli og örorkulífeyrisþega árið 2005 er sem hér segir álagning fasteignagjalda í Fjarðabyggð þá fasteignaskattur A verði 0,4 í staðinn fyrir áður 0,424 af húsmat og lóðarhlutamati. Fasteignaskattur B er óbreyttur 1,32% af húsmat og lóðarhlutamati. Fasteignaskattur C áfram 1,65% af húsmati og lóðarhlutamati. Lóðarlega íbúðarhúsnæði áfram 0,7 og lóðarlega atvinnuhúsnæðis 3% af lóðarhlutamati. Vaskgjald fastverð er á hverja veitu 4.985 krónur og 408 krónur á hvert fermetra. Fráhættugjald er 0,3232 af húsmati. Sorppressunargjald er 53.279 krónur heimili og sorpbeðingjald 36.639 krónur heimili. Fjöldi gjalda 10 mánaðar 1. febrúar, einn dagi síðasti virkidag gjaldaða mánaðar. Reglurnar afsláttinn af fasteignaskatti, elli örorkulífeyrisþega, tekjulegum ellilífeyrisþegum 67 ára eldri sem og örorkulífeyrisþegum með fullu örorku 75% fyrir 1. janúar 2005 sem er lögheimili Fjarðabyggð veittur afsláttur af fasteignaskatti. Samkvæmt ákvörðun eins og áður segir, niðurfelling skal vera tekjutengt og miðað við árstekjur 24 samanber álagningu skattstjóra 25 og er sem hér segir einstaklingar brúttótekjur alltaf 6.593.838 krónur sem veita 100% afslátt og brúttótekjur yfir krónur 8.720.199 veitir engan afslátt. Hjón og samskatta sambýlisfólk brúttótekjur alltaf 10.015.200 krónur veitir fullan afslátt og brúttótekjur yfir krónur 11.969.507 krónur þá engan afslátt. Afsláttur á fasteignaskatti tekjundur alltaf 118.795. Síðan er hér bara öðru leyti er tillagan óbreytt og felur í þær reglur sem hafa verið hjá okkur það og það form á því. Vill einhver kveða sér hljóðsum gjaldskrá fasteignagjalda. Svo verðist ekki verið byrjandi samþykktar þess mann samþykkjamerki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá eru hér næst til afgreiðslu bæjarstjórnar íþrótta- og tómstundastyrki 2005. Þessi vísa hér frá bæjaráði en kom náttúrulega úr fjölskyldunefnd. Meðfylgjandi minnisblað fer yfir þær
breytingar og svona tilgang og markmið sem erum að þróa reglur íþróttastyrki hafa verið þróað með markmið að styðja við börn, ungmenni, einstaklingar með fötlun og afreksfólk í íþróttum, hvettir samvinnu milli íþróttafélaga og tónstafélaga. Og breytingarnar eru fel í sér að fyrirkomin starfshvetninga hefur fjölda að fara sér beina styrk til meginfélaga. Þetta hefur stuðlað að góðu samstarfi við helst íþróttafélagsins með hliðsjón af jafnréttisviðmiðum ISÍ. Þeirri stefnu öll félög að jafna aðgang að styrkjum. Hefur ákveðið að leggja hér drög að nýjum reglum og þær fela í sér að meginfélag ekki, að því að hugtakið meginfélag ekki nota af ISÍ í öðrum samböndum. Öll íþrótt- og tónstafélög hafi jafna aðgang að styrkjum. Og síðan er farið hér yfir upphæð íþrótt- og tónstafstyrkja verður á árinu 25 17.400.000 rétt rúmlega og skiptist niður á þrenns konar styrki, íþrótt- og tónstafstyrki sem eru 70%. Það sem er úthlutað fjöldar skarfa þáttangadegi í gegnum sportaflirforritið og ISÍ. Og félagar sem ekki hafa aðgang að ISÍ geta einnig sótt styrki með að skila staðfestingu á fjölda þáttangada. Gegnum sportaflir og greinargerð nýtingu styrksins. Samvinnustyrki 25%, sérstakir styrki til samstagsverkefni íþrótt- og tónstafélaga og ferðastyrki fyrir afreksfólk 5% af þessari áðurnefndu úthlutun. Og þar gefst afreksíþróttafólki boð að sækja ferðastyrki til innlandsflug með hámarki 30.000 krónur á flug. Sérstaklega til landlisverkefni og viðurkenndir afreksviðburðir. Og síðan er svo sem í minnisblaðinu komið inn á fundi með punta sem eru aldurstakmark ferðastyrki og fleira sem kemur út úr fundum með íþróttafélögum. Og þær eru hér framlagðar en þessar styrktarreglur komu hér inn til Bæjarráðs. Vill einhver kveða sér hljóð sem þessar styrktarreglur frekar? Íþrótt- og tónstafstyrki. Birgir Jónsson hefur beðið orðið, gerðu svo Birgir. Forseti, ég var svo neikvæður á þann að mér langar að koma upp og vera hans jákvæður. Ég held að það fer mér ekkert vola vel að vera mjög neikvæður. En mér langar til að fagna þessum reglum og sérstaklega þessu sem að snýra að afreksfólkin okkar. Við eigum alveg töluverðan fjölda hér af ungmennum sem að taka þátt í landsliðsverkefnum og ég sé það mjög vel í mínu starfi þar sem eru sérstaklega mjög margir blagkrakkar sem eru mjög reglulega þurfa að fara langan veg. Þessar æfingar eru yfirleitt á höfuðborgarsvæðinu og með tilheyrandi kostnaði. Þannig að ég held að sé til gríðarlegra bóta að við séum að koma að þessu til að gera þeim kleift að taka þátt í þessu. Þannig að ég fagna þessari breytingu mjög. Takk. Takk fyrir Birgir. Við erum fleiri hversu ljós. Þá ætlum ég að bera þessar tillögu hér, þessar breytingu og reglum styrki til íþróttafélaga upp, þessum hann sagði ekki að vinski verki. Sagði með 9 atkvæðum. Þá eru komin liðin sem er boðun aðalfundar skólaskrifstofu Austurlands sem á að fara fram 13. desember næstkomandi klukkan 14. Þessi boðun náttúrulega er komin í gegnum Bæjarráð og vísa hér til bæjarstjórnar því að í þessari boðun felst leið líka samþykkt að því að þarna tillaga slit skólaskrifstofu Austurlands eins og með þekkja þá nokkuð skeiði, núna fyrir nokkrum árum tóku sveitarfélögin yfir starfsemi skólaskrifstofunar og involvuðu sína starfsemi, bæði Fjarðabyggð og Múlaþing svo þjónusta Vopnafjarðarhrepp og Fljótsdalshrepp hefur í gegnum það. Því er hér komin tillaga að bókun sem er svo hljóðandi sem ég þá lesu upp og verður bókandur sem lið. Bæjarstjórn Fjarðabyggðar samþykkir að slíta skólaskrifstofu Austurlands og byggðasamlagi málefni fatlaðs fólks á Austurlandi á grundvelli tillögu stjórnar skólaskrifstofunnar í fundargerð stjórnarinnar frá 27. nóvember síðastliðnum. Jafnframt samþykkir Bæjarstjórn Fjarðabyggðar að yfirtaka eignir og skuldir í samræmi með tillögu stjórnar skiptingu þeirra milli sveitarfélaganna. Einnig samþykkir Bæjarstjórn Fjarðabyggðar að yfirtaka skuldbindingu skólaskrifstofu Austurlands við lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins í samræmi við hlutfallslega skiptingu eftir íbúafjölda milli sveitarfélaganna á Austurlandi í janúar 2024. Hlutur Fjarðabyggðar verður í þeim hlutfalli af heildarskuldbindingu skólaskrifstofunnar við lífeyrissjóð. Þar af leiðandi óska eftir því að leið ekki vorið laust að bæjarfulltrúar samþykki áðurnefnda bókun og heimild til að ganga til þess að slíta. Lekku þessi ljós, svo verðist ekki vera. Ég ber hann eftir samþyktar. Hún er samþykkt þessi boðun og bæjarstjóri hefur verið falið áður að sækja fundinn og fer þá með fullt umboð til að ganga frá málum þar í samræmi við samþykti Bæjarráðs og bæjarstjórnar. Þá erum við gott fólk komin hér að síðasta lið en áður en ég slít fundi þá er hér tillaga
að því að bæjarstjórn ein má hnika til fundum sínum og tilstóð að vera með fund síðar í 3. viku desember, en bæjarstjórn er sammála það að flýta þeim fundi svona í ljósi þess að ekki eru margir fundadagar lausir virkir milli jól og nýjárs, að þá er lagður fram tillaga að bæjarstjórn mun næst funda mánudaginn 16. desember næstkomandi og hún muni nota til þess fjarfund til þess að spara sporin í þeim efnum. Og er einhverjar, veit ég hvað þessi ljós, er einhverjar, ef svo er ekki þá lítið svo að þetta sé samþykkt samhljóða. Og þá er hér fundi slítið í dag og leið og ég slít fundið nú tækifæri eins og hér við komum fram, þá er fjármálastjóri Fjarðabyggðar Snorri Styrkársson að láta störfum hjá okkur á nýju ári, en mun láta tíkn fjármálastjóra frá með þessari fjárhagsáætlun, þetta er hans síðasta ritverk á vettvangi sveitafélagsins Fjarðabyggðar, þess að hans síðasta fjárhagsáætlun. Ég nota tækifæri fyrir hönd bæjarstjórnar og þakka honum samstarfið í gegnum árin og góð störf í þágu sveitafélagsins og óska honum velfarnaðar þegar hann viðtaka áhyggjulausari dagar heldur en að glíma við fjárhag sveitafélagsins. Og þá segi ég fundi slítið. Takk fyrir.